Jú, verið öll hjartanlega velkomin í þátt 5 okkar áhugavalda. Halló, Ari minn. Hæ, Hvað segirðu gott í dag? ég bara, takk fyrir að hafa mig með og Guð minn almáttugur. mér líður bara vel bara, mér er bara ágæðlega bara vel bara. Jésús, ok. Byrja bara vel hérna hjá okkur, eins og alltaf slei. Það er komin fallegur annar ný þriðjudagur og ég vona allir séu spenntir fyrir þessum nýja fynda þætti á þennan fallega þriðjudag. Ari minn, hvernig gengur? Það fyrir eftir hvort hann sé góður eða ekki. Já, Það er kannski veður. það er mögulega veður. Það er þessi ský. Það er búið að vera frekar leiðilegt veður, sko. En hérna, það er alltaf lagi, af því að þóttu verið sér leiðilegt, það eru við skemmtileg. Svo geggjur. Shit, maður, ég er on fire í dag. Nei, Hann er að deyja. nei, ég er ekkert að deyja, eða þú veist, jú, guys, ég veit ekki. Ég hef aldrei hugsað að drepast á þriðjudegi, samt. Nei, en hann Það væri ekki sleið, sko. það var lóki ekki sleið. Það væri ekki gelló, sko. Það var ekki hæ gælna mínar, oh my god, shout out á Arnar Æði, love him, hann er fucking awesome. Hann er cool, sko. Nei, ég er ekki að deyja, ég er bara hérna, sko, ég er ennþá fucking veik, við erum búin að vera að tala veikindi sem 3-4 daga eða eitthvað, nei, þætti. Þú veist, ándur það búið að Við erum koma, reynda búin að minnast á það, þú veist, Já. þrjá þætti eða eitthvað. það er hel pepp, velkomin borð í væluvagninar önnu, guð minn góður. Ói bara, 113. það er svona eitt Ari, það er eitt geggjað við það að vera, Segðu mig frá því. það er eitt, Eitt geggja að vera veik. það er eitt geðveikt jákvætt við það að vera veik og nefnmælt. Ég er með iconic impression af Britney Spears. Þú veist, hún er svona, nei, hún er svona nosy, sko, nei, svona, hún er með svona nefmælki eða hvað maður segir. Nefnmælt. Ég þarf að veðja að það sé ógeðslega mikið svona nefhljóð í mér þegar ég tala. Það er ekki nefhljóðir. Hún var Svona- að segja þetta líka þegar hún var að klippa síðasta þátt. Ég var stíplu í síðustu þætti. mikið hljóð í nefnina Ég var ekki, mér allir hata nefhljóðið mitt. Nei, nú fara allir að actually hlusta á það af því að þú ert að minnast á nú það. fara allir að pæli í hvað annað með stípla nef, sorry. En já, ég er með iconic eftirherm af Britney Spears þegar ég er kvefuð. Viltu heyra hana? Já, já. I shouldn't have let you go. No, you're right. Ok, I was tooting my own horn. Ég held ég væri ekki að góð Britney Spears impression, and apparently I'm not. Þetta var bara mjög fín. Það ekki? Jú, jú. Baby, can't you see I'm calling? Gotta keep Ég man ekki hvernig lagið er. warning. Can't come down. Heyrðu, þetta er ömuleg impression. Ég held ég væri alveg með þetta, en þetta kind of suckar. Þetta er fín. Að þú einhver impression, sorry. Á ég einhver impressions? Ég skrifaði niður nokkur nöfn hérna, af því að við minnir á sérka góður í að gera nokkar svona eftirhermur. Ég náttúrulega man ekkert eitthvað off my top of my head. Eða þú ert með, jú, ég veit með einhver nöfnum. Þetta verður bara smá side note í þættinum okkar í dag. Er þetta ekki bara pínur loose and goosey þáttur hjá okkur í dag? Þetta er mjög óskipulaði þáttur. Ég er ekki með þetta eitthvað hreint umræðinni. Jú, ég er með þjóðsögubækur eftir Jón Árnason hérna Almáttur á minn borðinu. góði. Anna er að rámkóla augunum. Nei, sko, augun mín komast ekki lengra aftur í hauskúpuna á mér. Þjóðsögur skemmtilega hættu. Þú veist, Ari mætti hérna, ég er með topic dagsins, þetta eru þjóðsögur eftir hérna Jón Árnason, ég bara eitthvað, fannst þetta í the fucking Þetta er ekki restriction? eftir Jón Árnason, þetta eru sögur sem hann hefur safnaði sér 1800 og eitthvað og ritaði. Guð minn almátt, ég veit ekki hvað þetta er. Þú veist, fyrir mér, þá Það er ekki skrítið, hann er dauður. Þetta eru bækur sem maður finnur svona innst í bókasafninu þegar maður fer á bókasafn og lappar svona alveg innst í gangin þar sem engin er nema fólk sem eru að ríða eitthvað og þar er þessar bækur bara að safna Á reki. bókasafni á Íslandi er fólk að ríða. Já, sérstaklega hérna Blönduósi, sko. Ég er að grínast, en já, það er sérst umræðumnas Ara í dag, það eru þjóðsögur. Þetta eru geggja bækur sem amma og afi áttu og svo fekk erfði mamma þær. Sko, Þau eru ekki dauð, bara nei, sko, bara mamma gaf mömmu þessar bækur. eins og ég segi, ég og þú erum með mjög mismunandi skilning á því sem er geggjað. Ég er örugglega ekki eftir að halda athygli, sko. Þú veist, Þetta er bara- geggjað, þetta er mikilvæg rít og Fucking- mikilvæg saga, þú veist. Þetta eru þjóðsögur Íslendinga, þetta er mjög áhugavert, sko. Já. Sagði enginn aldrei. Já, bara too bad, við erum að fara að gera þetta í dag. Já, ok, eftir lagi. Það var það bara umræðisefna að Ara í dag. Það er þjóðsögur, ég er hell to the motherfucking... Hvað er það að tala um, En já, árum hvað er það að tala förum... um eftirhermur? Af því að þú ert með svona loose topic, þá ætlum við að hafa svona alls konar í þessu þætti. Ég skrifa bara niður nokkuð nöfn, sko, af því að ég er búin að vera veik og ég er búin að vera að taka hérna Britney og Anastasia og hérna
og Amy Winehouse, ég er búin að taka þær alltaf. Þannig já, þú og Egill tóku Trump í senstætti. Nennirðu að selja mér þennan brúsa eins og sér Trump? Bara á ensku. Nennirðu að selja mér, Þennan bleika brúsa. Ég með risastóran bleika brúsa, það ætlar að selja hann til mín. Þetta var besti Er þetta brúsi. merkið Þetta er Stanley, sko. Stanley. Ég skal svo segja hann, þessi Stanley brúsi. Þetta er fallegasti Stanley brúsi sem ég hef séð. Hann er í takmörkuðu magni. Þú fær ekki margar svona bleika Stanley brúsa á Íslandi. Það er margir sem segja að það er ekki betri Stanley brúsa. Holy fucking shit, man. Oh my god. Þú verður að kaupa, það er bara 2 eintak eftir. Þetta var döm. Gaur, þú seldi mér hennar brúsa. Þetta er líka bara besta rör sem ég veit sko. Varstu að horfa á Wolf of Wall Street eða okkur átti ég að selja hennar brúsa? Wolf of hvað? Það er... Wolf Among Us? Það er að horfa á eina mynd einhvern tímann. Wolf Among Us er alveg skemmtilegur Wolf of tónleikur, Wall Street er bara fræmynd sem ég veit ekki margir elska en ég hef fíla hann ekki ekki séð að hana. mikið. Ok, Ari, þetta var geggjað Trump. Ég vil að meina okkur nöfn í viðbót. Trump, ég hef hitt betri Trump samt sko. Það er ekki besta eftir hann mín sko. Nei, meina hei, þú veist, þetta var líka íslensku Trump, skilur. Ég vil að meina okkur nöfn, sko, sem ég langar að taka svona, þú, einn, ég. Ég ætla að koma með einn núna. Ég er ágætt nefnilega í, sko, Ariana Grande. Já. Ég var næstum búin að segja Ariana Gandhi. Hérna Gandhi. En þannig að það er samt bara eitt sem ég kann með henni. Já. 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 Það er einu sem ég veit. Já. Yeah. Listen to my new album. Wow, þetta It's var so þetta. good. Wow, þetta var spot on. Holy shit. Smá Paris Hilton á líka. Loves it. Ég man ekki hvað það er. Paris Hilton. Segir að ég veit ekki neitt. Paris Hilton, hún er með hundin. Hilton ekki hótel? Jú, Ari. Hún er ljósær, hún var með Nicole Richie í The Simple Life. Hver er það nýju Richie? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Já, nú veistu hvernig mér líður alltaf. Nei, sko, nú hætti þú alveg. Paris Hilton, hún var bara eitthvað, I love it. Á hún Hilton hótelið? It's so hot. Nei, ég held að pappinu er það. Er það svona fræg? Hún er Nepo Baby, sko. Og Nicole Richie líka, sko. En hérna, já, þú veist. Nickelback Richie? Ég er ekki með eins og... Þetta var ömulegt. Þetta var bara vesti brandari sem ég kef. Djúvel, þetta var gott. Já, það er geggja vatnina hjá mér, sko. Ok. Við erum að drekka premium vatn. Vatn plus. Vatn plus. Þetta er vatn í áskrift. En já, sko, ég ætla að játa það. Ari er alveg töluvert betri í eftirherfum en ég. Ég er kind of sökka, sko. Ok, hvað meinar þú? Ég er að vera með, bara til að vera með. Það er annar einna sem ég held að þú, sko, mér minnir að þú neglir Egil Ólafs í stuðmennum. Nennirðu að selja með Toyota bíl? Já, sko, mína mín. Þessi Toyota Hilux verður. Það myndi vera rosa góður fyrir þig. Ég næ hvernig hljómar alveg. Geturðu sungið fyrir mig þarna? Í takt við tímann. Já, vissulega er ég alveg í takti við hann. Já, vissulega er ég alveg í takti við hann. Oh my god, ég fann þetta iconic. Ég næ ekki röddinni rosa vel. En jú, það er ágætlega. Heyrðu, þú neldir þetta, sko. Já, svona semi. Hann er ekki best eftir hann. Þetta var svona Egill Ólafsson / Bó Hall. Hver? Björgvin Halldórsson. Já, stöði. Pabbi Svölu, sko, það er lókísli. En þess vegna Svala Björgvinsdóttir. Ari, þú varst ekki að reala þess að það núna. Nei, ég vissi þetta ekki, sko. Oh my god. Ég hafði ekki hugmynd. Ok, nei. Þú býttu aðeins. Býttu eitt augnablik. Ég hef aldrei pælt í því, maður. Ari, sko, oh my god. Wow, á the turntables í þessum þætti, sko. The turntables. Yfirleitt er það ég sem er döm, en þú veist, nú er þú, veitu, er það þessuna sem er Svala Björgvinsdóttir? Þegar maður fer eitthvað íslenskt, þá náttúrulega bara veit ég ekki neitt. Nei, sko, Ari, Svala Björgvins er dóttir Björgvin Halldórsson. Já, ég vissi það ekki. Heldur ég sé að rannsaka Svala Björgvins hverjum ég stæði? Guð minn góður, það er alveg ástæða fyrir þau eru alltaf saman á tónleikum. Eru alltaf saman á tónleikum? Oh my god, Ari. Tónleika með Björgvin Halldórsson eða Svala Björgvins? Akkur heldur Svala Björgvins hefur verið að gefa út lag sem var upprunalega með Björgvin Halldórssoni? Ég hef heyrt Eurovision-lagið með Svala Björgvins. Ari, Svala Björgvins er fucking besta íslenska söngkonan á Íslandi. Já. Á Íslandi? Berska Íslandi? Nei, sko, ég er samt í alvörunni. Ég er bara, þú veist, þetta er mér alla fucking dauða lýs. Þú mátt alveg að fara í þú veist, þú mátt hafa þína skoðun á hver er besta söngur í Íslandi. Ég er ekkert mikið... Svala Björgvins augljóslega. Ok. Nei, sko, shit, ég er í alvörunni flabbergasted. Ég held að ég wow, ok. Heyrðu, þetta var crazy. Heyrðu, ég er samt ekki með neitt meira, þú veist, ég kann bara Britney stundum, sko, þegar ég er ekki til pressu. Britney. Og Ariana. Ég er ágætt í Shakiru. Og ég kom með eina Shakiru, það. Já, nei. Ja, la, 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 la. Am I your feet?
To be together. Heyrðu, mér finnst eiginlega bara pínu okkur að gera þessar eftirhermur. Góðu með fleiri. Já, ég ætla ekki að gera fleiri því mér finnst ég eiginlega bara vera hræðileg í þessu Mér með finnst það þig. mitt skemmtilegt, mér finnst gaman að heyra þessar eftirhermur sko. Ég sko, mér finnst ég sökk í þessu með þig sko, þannig að Hvað? en það er ein sem að ég held að ég og þú getum komið með bæði en ég held að þú sést betri en ég og það er Anastasia. Það er hana And I wonder if you know how it really feels Það er þetta einn besta eftirhermur to be left outside alone. Oh my god. Já, ok, ég á ekki sjans í þína Ég veit ekki Anastasia af hverju ég er svona fínn í þessari eftirhermur Gaur, þetta er geggjað Mjög Anastasia. random sko. Þetta er eina lagið sem ég heyrt með hver Anastasia Anastasia, hún er ógeðslega svöl. Hún er fucking ógeðslega töff. Hún er líka Pay My Dues lagið, það er í luppaðslæg. Ok, hana, þetta er millinafnum mitt er side note sko. Pay my dues Pay my dues. Ég mun að syngja söngleikan okkar í þessu episódi I'm doing what I want to cause I'm too proud. Þetta er lagið úr Spiderman 1 myndri Aha. 2001 Þannig að þeir í paradeinu Ég hef aldrei séð Spiderman. Ég slæði út af þetta Ari, nennir að koma með uppáhaldið mitt. Nennir að koma með Sigmund Davíð. Ég er þetta heldur góður í sundaður Hvað með Sigmund Davíð? Já, ég þýni Ég skil ekkert í þessu vindristæmi sem þú ert að tala um Ég er ekki bara út að spyrja mig eitthvað sem ég er ekki bara að kynna mér Nennir að panta pulsu hjá mér. Ég ætla að fá eina pulsu hjá þér alíslenska, ekki þessa innflýttu tómatsósu sem þú Holy fucking shit, Þetta maður. er súra gúrkur Hvað er uppáhald sænska mannskæðin? Þetta er góð spurning Okay. Upp á að sænska manneskja Uppáhalds mín er Sara Larsson og Lorín. Sala Larsson er gott Og Lorín er að geggja líka. Hún er, Lorín er Ari, hún er fucking geðveikt. Yes, nú sko Ha, Hún er gömul frétt Hann gaur, Lorín er the shit. Upp á að sænska manneskja mín Já. Lars? Fuck, já alveg upp á að sænska manneskja Ok. Jú, ég veit Það er ein manneskja sem ég er búin að láta gera fullt að list fyrir mig Ok, þannig að einhver manneskja sem er búin að gera list fyrir þig. Ok, love her. Hérna, Ari, mér langar í fleiri eftirhermur. Fleiri eftir Sko, ég er alveg með nokkra sem mér langar að heyra ég að segja. Sko, það er Christopher Walken. Ég ná Foo Fighters Foo Fighters. Welcome the Foo Fighters Oh my god. Og svo hérna Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. You have to listen to me very carefully right now You have to get down Ég á ekki fleiri eftirhermur. Ég þarf að finna mér fleiri eftirhermur. Ég er með ágætur eftirhermur á nokkuð söngkonum sko. Getur hermt eftir einhverjum hljóðum Svo hurð, gömur hurð eða eitthvað Nei, ok, þetta er alveg scary. Oh my god. En já, þetta var allar eftirhermuna sem ég skrifaði niður allavega. Ok Úr eftirhermum í eitthvað annað. Ertu með áhugaverða staðreyndir? Ég er með áhugaverða staðreyndir Fucking sleið, þú mátt byrja. Ég byrjaði seinast sko. Það Já, ég byrjaði og svo þú og svo Egill sko. Heru, fyrsta mín er fólk sem getur tala Ok, damn Gúlpar í hana sko Sorry, Það er ekki að gúlpa svo upp Ég var rosa þyrst. Þyrst ekki að Þyrst? Þyrst ekki að fyndi og þyrst. Heyrðu, ég var nú bara svolítið þyrstur Ég var svo þyrst í dag. Hvað fá maður? Fucking íslensk. Hvað er það meina? Ég fekk komment. Þetta er mjög íslensku þáttur Ég fekk komment á senasta þátt. Ég hefði sagt farþegar og har. Farþegar Af því að fólk segir apparently farþegar. Farþegar En ég sagði farþegar. Já, það er náttúrulega bara akureyringur sem Ari! Ekkert svona. tala skringilega sko. Hún var svona fræn Ég bara veit ekki. Ég segi soffi og farþegar og Það er allt náttúrulega segir engin soffi Ari, það segi soffi, slaufa, farþegar. Ég Ok, drep þig, alltaf leið, við skulum ekki fara út í þetta reyna nánar. En já, við tölum bara svona. En hvað sem við að tala um? staðreyndir. Já, staðreyndir, sorry. Ég meina góð hérna Við erum bæðið svo fiðrildi í dag. Ok, alltaf leið. Þetta er svolítið út um allt Við skulum koma okkur efnu, við erum fiðrildi. Fólk sem talar fleiri en 2 tungumál Já. gæti óvart skipt persónuleikanum sínum aðeins þegar það tala við mismunandi fólk
Vá. Já, tala við fólk á öðru tungumáli. Þannig maður öðruvísi ef maður að tala á ensku ef maður að tala á íslensku. Ég geti óvart, þú veist, þótt maður geti ekki tekið eftir því. Ef maður geti, persónuleikin geti, breyst aðeins. Ég verði alveg stundu þegar ég tala ensku þá verði ég alveg svona low-key valley girl, sko. Svolítið. Ég alveg bara eitthvað, ok, núna ég bara eitthvað að tala íslensku, skilur. And then I go talk English, and I'm like, ok. Ég hatar hann heim, hætti þessu. Ég alveg ykkaði sjálf með þetta. Fuck. Ógeðslegt. Ok, viltu heyra mína fyrstu áhugaverð staðreynd? Já. Hún hljómar svona. 1.000.000 sekúndur eru 12 mínútur, en 1.000.000,000 sekúndur eru 31 ár. Þannig þarna erum við með munin á 1.000.000 og 1.000.000 sem crazy. Þannig fólk sem á billjónir gæti bara bjarga heiminum. En þau eru Við skulum bara ekki fara út í það. En þau eru bara eitthvað Hanna verð ég pyrraður, sko. Nei, sko, þeir sem á billjónir þau gæti bjarga heiminum, en þau eru bara eitthvað að fljúga í matvöruverslunina, skilur. Já. Bara eitthvað, hæ, þú veist, ég á engaþóttu. Fuck you. Ógeðslega manneskur. Heyrðu, næsta mín. Ok. Sjáöldriðin stækka um 45% þegar þú horfa á eitthvað sem þú elskar. Sjáöldrin. Sjáöldrin. Er það augastiðanir? Já. Þetta svarta? Já. Oh my god, fun fact, Ari. Já, þetta er mjög áhugaverð staðreynd. Þetta er áhugaverð staðreynd. Þannig þegar ég horfa á Gunnar þá er ég alltaf bara með geðveikt stór augu. Já, þannig að þú hata mig. Ég bara, augum er ekkert lítil núna, skilur oh my god, Ari, þetta var svakalegt. Hvað eru augu mín? Fun fact, þín eru rosastór. Er ég með light skin strér núna? Já, þú ert þetta með fucking skrít. Akkur er augun svona blá eitthvað. Ok, anyways, og ég segja þér. Grísna blá, Oh my god, Ari. Svo ég geti séð mér. Fun fact samt, Ari, sjáöldur. Sérstaklega mín sjáöldur. Ég er með svona ekki jafn stór sjáöldur. Hætti að gera þessu. Ég er með different size sjáöldur. Ok. Af því að ég fekk MS-kast í hægra auga, þá er hægra auga mitt alltaf miklu stærra en vinstra auga. Ég er svona svo David Bowie. Er hann ekki dauður, sant? Hann er alveg dauður. Ég er eins og David Bowie var. Þú ert ekki eins og en þannig. Nei, ég er alveg ekki dauð, sko. En ég er með svona augu eins og hann var með. Ég er með eitt stórt sjáaldur og eitt lítið. Ok, vá, hvað það var fucking fyndið, ok. Heyrðu, önnur áhugaverða staðreynd mín í dag. Önnur staðreynd? Oh my god. Þarna fórst það. Ok, þetta var ömurlegt, sko. Heyrðu, þessi fucking fyndið. Ok, síðan árið 1998 þá hefur verið bannað að selja kynlífstæki í Alabama. No joke. Það er bara eitthvað, fólk er bara eitthvað deprived sexually í Alabama. Það ekki þannig ríkið sem allir eru alltaf að ríða sískinum sinum. Ok, vá. Þetta tók skarpa uppeyju. Það ekki hana Sweet Home Alabama mýmið. Ég bara, þú veist, það eru kanar, sko, það eru klinkaðir. Ari, nú, stoppar þú, sko. Ég bara, Ekki alltaf lagi með þú, sko. Það er ekki alltaf lagi, en ég meina, já, þetta er allan að staðreynd. Þetta er svo sannlega staðreynd, ok, nú þú. Heyrðu, þetta var staðreynd. Þetta var staðreynd. Ég ætla að gefa þér það. Takk fyrir það, Ari minn, ok. Ertu reddið það? Ég er svo fucking tilbúin. Baby! Jörðin er Jörðin? eini staðurinn í sólkerfun okkar sem þú getur séð regnboga. Vá. Það er ekki til gay-fólk neðan það er annars það. Ari! Nei, það er bara því að þú veist það er Þú er eitthvað að. Það er ekki hvað heitir það, lofthjúpurinn eða eitthvað? Ari, heldur að fólk sé bara eitthvað casually að fara til Saturnus til að gá hvort þessi reppu í þar? Nei, nei, þú veist að Það er enginn bara eitthvað að fljúa á Saturnus eða fucking annars það er ekki hægt að Uranus. lenda á Saturnus. Þú veist, hefur prófað það? Það er gasrisi. Ari, það hefur ekki prófað. Nei, byrju, það er ekki gasrisi. Nú er ég að vera heimskur. Sko, Ari. Uranus er gasrisi. Ég veit það. Nei, sko, Ari, það er enginn að tjekka á því hvort ég ætti að sjá regnboginn einhvers staðar annars þar. Það er bara hægt að sjá jörðinni af því að, þú veist, af því að við erum með súrunni og við erum með himinkólfið, takk fyrir, ég var að reyna að muna orðið hérna og ég skaut mér næstu, náði næstu í skambis og skaut mér í hausinn hérna. Ég gæti ekki munað þetta orð. Já, jörðin er svo sannarlega með Við himinkólf. erum með himinkólf og við erum með súrunni og svona þess vegna sjást regnbogar. Og þessin erum við líka lifandi. Já, Anna. En ekki David Bowie. Ok. Ok, talandi tónlistamenn, var hann ekki tónlistamæður? David Bowie? Já. Hann var líka leikari. Gusleik. Þú hefur séð The Prestige allavega. Ég hef séð The Prestige. Þú hefur séð The Hún er Prestige, ég fucking hef horft á hana með þér. geggjuð. Hún er Hann var slay. Nikola Tesla í henni. Vá, var það David Bowie? Ég samt skil ekki alveg þessa mynd, en hún er góð, sko. En talandi tónlistamenn, þriðja mín, tónlistamæðurinn Alice Cooper, þú veist hvað það er? Ég veit hver það er. Hann var barnapíanans Ég Keanu. ætla að segja, hann var barnaperri.
Hann var Heiðu, fann staðrind? Þú var svo nálægt því, sko. Ég fór ekki ný í brækuna, sko. Holy fuck. Heiðu, skemmtileg staðrind Alice Cooper. Ok, sko, nei, Alice Cooper var barnapían hans Ég actually get þetta ekki, sko. Heiðu, skemmtileg staðrind. Ég er actually að mýjana stími, sko. Hann var barnapían hans Ég heyri bara. má ég klára fokkin staðrindina? Hans Keanu Reeves. What? Er það Keanu ekki? Reeves? Já, Keanu Reeves. Alice Cooper var barnapían hans. What? Já, og pældi því, þú veist, þeir voru ekki orðnir frægir, sko. Hann var bara lókið að passa Var hann. Alice Cooper ekki? Ég veit ekki, Alice Cooper gamall? Ég veit ekki, þetta er alveg staðreind, Ari. Ok. Nei, sko, ég þurfti að fara að pissa. Bara, ég meik smá í mig, þetta var svo fyndið, sko. Shit. Heyrðu, Ari, mér langar að tefja tíman aðeins meira, af því að ég er svo ekki... Hvað, viltu ekki fara í þjóðsöguna? Ég er svo ekki peppu. Íslenska þjóðsögur og ævintýri með Ég er F. Ævintýri. Með F-i. Ævintýri. Holy shit, svo ég er ekkert einn sem að ofnotar F-in, sko. Ég er búin að vera veik. Það er ekki sleip. Það hefur ekki farið fram hjá Það neinum. er ekki gæl og Það er ekki gæló. Ég gerði ég næði sko dröst á sko. Ari, ég er búin að vera veik og alltaf þegar ég er veik þá fer ég alltaf að hugsa það sem ég hata. Og ég verð alltaf svo brjáluð. Það er mjög healthy habit. Ég veit það, ég hef enda alltaf upp í rúmi bara að hugsa það sem ég hata, sko. Þess vegna var serían til á TikTok og hluti sem ég hata sem ég Þú gerði. hatari? Nei, ég myndi það vera hatari. Já. Pældi þú myndir heita Brandur Ari. Oh my god. Sko, ég er nefnilega, það er svolítið sem ég hata, sko. Og svo er ég líka með óvinsalega skoðanir. Mér langar að tala um það, áður en við fyrir að tala um þjóðsögurnar. Af því þjóðsögur eru ekki skemmtilegar. Þjóðsögur er geggjað. Það er miklu skemmtilega að tala um eitthvað sem ég hata. En það er, sko, það er eitt sem ég langar að tala um. Það er eitt sem brennur á mér, Ari. Já. Það eru íslensk orð sem ég hata. Það eru tvö orð á Íslandi sem ég hata. Það eru 2 orð. Ein af mínum uppáhalds á TikTok, hún var að gera vídeo og hún Hver? sagði 2, ég ætla ekki að segja það, hún sagði 2 af mínum orðum, af mínum mest hötuðu íslensku orðum, hún sagði þau í sama myndbandinu. Ó, sá hryllingur. Já, 2 af orðunum sem ég hata mest í íslensku máli. Númer 1, það er orðið. Það er náðu skurlækni fyrir þig. Oh my god, af hverju? Bara. Skurlækni? Það hljómar eins og hvað vesen. Já, ætlar að skera mig upp? Bara sé. Af hverju myndi ég þurfa skurlækni? Halda áfram. Ætlar að framkvæma lobotomy eða? Ok, orð nummer 1 er nota bene. Ég get ekkert orð. Nota bene. Ég þoli ekkert Er það orð. ekki ítalst? Ég veit það ekki. Þetta er bara Það endalaust. hljómar ekki íslensk. Nei, sko, þú veist, í staðin verið að fólk segir, í staðin fólk er að reyna að segja, já, og by the way, þá segir fólk, já, og nota bene. Þú veist, Þetta er sant. ég get þetta Ég hef ekki. ekki heyrt þetta. Við erum fólk að segja þetta. Já, það er fullt af fólki sem segir þetta. Þetta er ekki bara, oh my god, það var engjalega sem ég vann með sem sagði alltaf, og bara eitthvað, já, hann nota bene, þú þarft að fara með tuskurnar í vaski, þú veist, fuck off. Nota bene, nota hvað? Já, þetta er hana eitt orð sem ég hata. Nota bene. Svo er annað orð sem ég hata, sem er klárlega. Klárlega. Ég þól ekki orðið klárlega. Klárlega? Það er bara venjulegt íslenskt orð. Hættu, hvað það segir? Klárlega sökkar. Klárlega? Þetta er svona svo hestur með leg. Þetta er klárlega hestur. Já, klár. Nú er það, þú setir hestin í Nei, klár er hestur og leg er leg. Leg er leg. Þannig að þetta er svona svo hestaleg, skilur, klárlega. Klár. Eða svona eins og lega í bíl eða eitthvað, er það ekki eitthvað þeng? Leg í bíl? Nei, er ekki svona legur í bíl? Það eru skilurðu? jú, Já, það eru legur í það er svona klárlega. Það er ekki legur í hesti. Bara getur please. Það er leg í hesti. Ekki legur. Ok, Anna, ég veit ekki hvað við erum að tala um lengur. Nei, en þetta eru 2 orð sem ég hata. Er einhver orð í íslensku máli sem þú hatar? Einhver orð sem ég hata? Nei, Já. það er bara nokkur nöfn sem ég hata. Ok, en þú veist, þetta hérna, þessi sem við erum að gera núna, þetta er áhugaverðar en þjóðsögurnar. Nei. Þessar þjóðsögur geggjar. Býttu bara, þá getur við byrjum að lesa þjóðsögur. Ok. Er ekkert sem hata? Væna mín. Jú, heyrðu, ég hata orðið mjólkursýra. Mjólkursýra? Mjólkursýra. Og mjólkursýru gerlar. Hvernig finnst það? Gerlar. Ég hata orðið gerlar. Mjólkursýru gerlar. Sýra í mjólk. Hvernig finnst þér rakt? Rakt? Finnst það pirrandi? Ok, það er þetta pirrandi á íslensku líka. Rakt. Moist. Hvernig finnst þér rakt? Ekki gott. Þetta er hræðilegt. Rakt. Æri, nú hættir þú. Sko, stopp. En að ég segja, ég var að byrja að horfa á þarna Heated Rivalry þættina. Sko, getur þú fundið eitthvað venjulegt til þess að horfa á einu sinni? Hvað er þetta að segja? Nei, sko, þetta er ógæslega. Þetta er ógæslega. Nei, sko, þetta er ógæslega. Nei, þú skilur ekki, þetta er ógæslega.
Nei, þetta er ógeðslega vinsæli þættir. Það eru allir að horfa á þetta núna. Þetta eru 9 þættir. Hverjir eru þessi allir? Nei, ég bara allir. Þú veist, það er allir að tala um þetta á TikTok. Það er enginn að tala um þetta. Í öllum podcastum og öllum TikTokum sem ég er að hlusta að horfa á, það er allir að tala um Heated Drively. Þetta er svona samkynniði menn sem að spila íshockey og þeir eru svona að reyna að fela það er séu samkynniðir og þetta er svona það og þeir eru sko Akkur reyna að fela? Þeir eru í ennum í liðunum. Þeir eru ekki í sama liði, apparently. Ég var búin með 2 þætti sko. Þeir eru ekki í sama liði. Ok, byrju, hvað er að gera þessu þættum? Akkur eru að leina þessu samkynniðir? Já, því þeir eru í opposite og ég veit ekki, það er ekki bara eitthvað það er að sína okkur inn í heiminn hvað er erfitt að koma út og þú veist, hvað er mikill dómharka í kringu það. Já, er að fara svona undercover. Já. Þeir eru líka í opposite liði, skilur, þannig þeir eru enemies to lovers, kind of. En fyrsti þátturinn, þeir ríða 3 í fyrsta þættinum. Þetta er alveg bara low-key klám. Það sást allt nema liðmyndina á þeim. Damn it. En þetta er samt góð að öðru leiti, þá er þetta alveg góð þætti sko. Það er bara holt hjá þeim. Já, það er mjög holt og gott. En þannig að, þú veist, ég er búin með 2 þætti og það snýst eða bara það og ég mæli okkur sem ég er með. Ég er bara svona að segja þér frá. Ég er bara þetta hljómar þessu eitthvað sem ég myndi aldrei reyna að horfa á. Af hverju ekki? Þetta er ekki þætti. Ég horfa ekki á svona raunveruleika dæmi, sko. Þetta er ekki raunveruleika. Jú, þú varst að segja þetta væri guðurinn sem færi inn í Oh my god, þetta er leiknir þættir. Já, þetta er leiknir þættir. Ég er samt bara komin í þætt númer 2, sko. Ok. Ég munur örugglega ekki tjekka á þessu. Af hverju ekki? Bara, þetta er ykkur ekki neinn áhuga. Gaur, þetta er góði þættir. Íshockey, þú veist, undercover dæmi, ég nenni þess ekki, sko. Gaur. Heyrðu, ég er með 1 í viðbót. Við getum núna að tala um óvinsælar skoðanir áður en við förum að tala um þjóðsögur, Ari. Anna, ég ekki bara farið í þess að þjóðsögur? Nei, alls ekki. Hvað er það að tala um mikið? Óvinsæl skoðan. Átti ekki vera minn þáttur, eða? Jú. Ég er bara svo spennt fyrir þjóðsögunum og ég þarf aðeins að tala Hvernig mun ég fara í þjóðsöguna? aðeins að tala um eitt annað fyrst. Heyrðu, Ari, ég er með 2 óvinsælar skoðanir. Númer 1, ég og Gunni vorum bara að súpa á hann. Dugleg. Hann setti parmesanost út á súpunum sína. Er eitthvað að því? Óvinsæla skoðun mín, parmesanostur er ógeðslegt. Já, ok, ég er enda alveg skil á hverju það geti fundist það, en mér finnst það mjög góður, sko. Hann er ekki. Í fyrsta lagi. Hvað veistu vont við það? Í fyrsta lagi, þá lítur hann út eins og hælaskaf, skilurðu. Þú ert að skafa hælinn. Og í öðru lagi. Hvað er að þér? Ari, þá Sko, staðið sem heili þín fyrir á er ekki eftir Nei, og svo lyktar hann eins og hæll. Hann er svona Ertu ofta að finna lykt af hælum af fólki? Þetta er svona táfýluprump-ostur, skilurðu. Þetta er svona eins og táfýluprump-lykt, skilurðu. Þetta er svona eins og Brynjar eftir 4 tíma út í svínahúsi, skilurðu. Þú veist, andjóks. Nei, þetta er bara, sko, hann er ógeðslegur ostur. Ég hata parmesan, það er mín óvinslega skoðun. Átt þú einhverja óvinslega skoðanir? Já, þú veist, ég veit ekki. Mér finnst Rolling Stones ömulegir. Finnst þið Rolling Stones ömulegir? Já, ég skil ekki okkur það er myndaði minn í stúdíunum hjá okkur, sko. Heyrðu, þeir eru sleið, sko. Ég þól ekki Rolling Stones. Þú það, sko, ok, ég játa alveg, þetta er ekkert eitthvað svona go-to tónlisti mín, sko. Vist Narníu-myndirnar fucking leiðilegar? Ég hef ekki séð þær. Já, þessu eitthvað. Ok, þá ætlum ég bara ekkert að horfa á þær, skilurðu. Ég nefndi ekki að horfa á Lost. Ég byrjaði eins og Lost. Já. Því ég var veikur daginn, en ég nefndi ekki að horfa á það. Sammála, ég horfði á 3 seríur, þetta var svo mikið af cliffhangers, bara ekki neitt, sko. Þannig að ég er ekkert þyrst í það að vita hvað gerist í endan á Lost. Þetta er eitthvað meira spæsi það? Hvað er með eitthvað meira spæsi? Þetta er aðeins svo yfirbrúskent, sko. Mér finnst að foreldrar ættu ekki að láta börnin sín vera svo mikið á samfélagsmiðlum. Og vera með svona mikið skjátíma. Shit, Ari, við fórum í djúpuleguna þarna. Þú veist hvað, Ari, þú ert ekki foreldri. Við erum ekki foreldrar. Ég skil alveg að það er erfitt að koma heim eftir langa vinnudag og þú veist, þurfa náttúrulega að gera allt í sambandi með börnur og svona, en þú veist. Að leifa börnunum sem bara að fara út og gera eitthvað heimsklöti í staðinn fyrir að láta vera alltaf í, þú veist. Ok, reyndar, við erum alveg alveg upp í sveit, þannig við erum alveg alveg upp í það að vera bara út að leika. Ég skil alveg, þú veist, en það er náttúrulega kerfinu þú veist, kerfið sem er í gangi á Íslandi, þú veist, það er því að kenna að foreldrar geti ekki haft mjög mikið tíma með börnunum sínum, þú veist. Líka bara, þú veist, Andrés, ekki bara það er líka bara, þú veist, hvernig heimurinn okkar hvernig raunverulegur okkar, það er alltaf allir í skjánum. Þú veist, ef að foreldrar og fullorðið fólk eins og ég og þú eigum erfitt með skjáin og addictionið okkar við skjáin, þú veist, hvernig allir börn séu, skilurðu. Þú veist, they're gonna feel hard. Þú veist, þetta er erfitt fyrir þau. Ég náttúrulega, sko, screen time mitt síðasta ár var svakalegt, sko. Já, líka mitt. Þessu ári er ég búin að, þú veist, eins og þú veist að ég er, þú veist, þú búin að eyða TikTok og TikTok, Insta. Eiti Facebook.
þú taka ábyrgð sjálfur. Reyna að lesa fleiri bækur. Já, ekki ég alveg bara ekki þarna að Hlusta taka fleiri ábyrgð, bækur, sko. þú hlustar alveg slátt á bækur. Ég hlusta hellinga bækur, Það er bara svipað að lesa bækur, þú veist. reyndar. Ég hlusta með eyrunum, sko, á meðan ég að mála og demanta og eitthvað svona shit, þá hlusta ég með eyrunum. En já, ég alveg smá sammála þessari staðreind. Þú veist, við viljum samt ekki vera eitthvað foreldra að shama hérna, því við erum ekki foreldra. Nei, sko, ég er ekki að tala um það, ég er bara að tala um að... En þú veist, ég er samt sammálaður að þú veist, það mætti alveg vera minna Ég veit náttúrulega, auðvitað eru foreldrar alltaf að gera sitt besta. Að sjálfsögðu. Ég er ekki að segja það, ég er bara að segja að auðvitað. þetta er svolítið sett upp, þú veist, ég veit ekki. Þetta er svolítið Mér finnst að eðlilegt vera bara. aðeins svo normalæsir eða að, Já, að sé bara alltaf skjár, bara að sé alltaf. svona mikið skjár. Já, ég get alveg verið sammála þessu. Og já, en þú veist, þennan genn þá er náttúrulega kerfi á Íslandi fucked up. Það er alltaf bara eitthvað, vinnið meira, setja börnin ykkar í leikskólan, ógeðslega snemma. Þú veist bara eitthvað, Hot take. Hot take. Mæður ætti að fá meiri tíma með börnunum sínum. shit, já. Ekki bara mæður, herra kall. Nei, þú veist, ég alveg, að þú veist, foreldrar ætti bara að fá lengri tíma. Ætti að fá, já. Bara, þú veist, við að Þú veist, bonda hvað heitir aftur hana, mæðra fríð, fæðingar orlof. Fæðingarólof, þú veist, það mætti vera Það mætti vera lengra. Mætti vera mikið lengra, Ándjóks, foreldrar eiga betra Og skilið. launað, öryrkjar, þeir ættu að fá meiri pening. Nákvæmlega, Hvað er sammála. Ég er mjög sammála. Mjög sammála þessu, bara báðu og öllu þessu, mjög sammála. Þessar umræður núna að það séu bara eitthvað endalaust á öryrkjum að taka allan peningin, þú veist, bara að sitja vel Ég á get þetta ekki, hásæti sko. sínu að taka allan pening. Já, Þetta er svo heimskulegt. ég elska einmitt bara, ég elska þegar ég þarf að vera einmitt. heyra hálfu dagan upp í rúmi að drepast. Finnst þér ekki bara geggja Ó, mér finnst það geggja að vera öryrki litla Oh my fríið, God. svo gott að fá svona gott frí og drepast í líkamanum og svo skemmtilegt. Hræðilegt. Nei, það er bara, þetta er svona eins og þú veist, það er ekki eins og maður labba bara inn á spítalan og segir, heyrðun, en að gefa mig 200 skall, ég get ekki unnið. Nei, alls ekki. Þú veist, hvernig var þetta Þetta fyrir er þig? ógeðslega langt ferli. Þú þarfst að fara í gegnum fullt af læknum, allan að Já, þetta er mínu bara leyti. Fucking hell að fara í gennum þetta, sko. Ég þurfti að fara í gegnum fullt af læknum og heilbrigðisfólki og ég þurfti að fara í gegnum félagsráðgjöf og ég þurfti fyrst að fara endurhæfingu í 3 ár og til Fara í gennum sjúkraþjálfara. svona gamla kalllækna sem kallaði feita og Já, svona. og nokkur þannig, sko. Ég er náttúrulega bara að leika mér að ég vera feit. Segir að hætta að væla á. Já, ég sem náttúrulega móðusjúk, sko. Heili minn er ekkert að borða sjálf. Móðusjúk, þetta er svo eitthvað sem segir eitthvað kynnt sér. Þessi kynnt er móðusjúk. Heili minn er ekkert að borða sjálf og segja eitthvað svo leiðskilur. Slei. Nei. MS, hvað er það? Er að mjólkursamsaman? Nei, en þetta var náttúrulega endurhæfingin, já, hún var ekki nógu góð og hún virkaði ekki og sjúkraþjálfarinn og eitthvað, þannig maður þurfti að fara í gegnum alveg þvílíkt margra ára ferli til að fá örorku. Nákvæmlega. Og þetta er eitthvað sem maður sko myndi ekki óska sínum versta óvinu upp á. Þetta er alveg líka svolítið einmannalegt, bara svona real talk, þetta er alveg einmannalegt, þú veist, maður er alveg, þú veist, maður er ekki í svona vinnusamfélagi, skilur, maður er ekki að gera það sem að margir er að gera, en þetta er ekki eitthvað sem að maður óska sér að gera, skilur. Nei, getur líka bara heilbrigt fólk fokkin, þú veist, það getur unnið. Af hverju ekki, þú veist, það er ekkert að því að skattarnir fara aðeins í öryrkja fólk, sko. Mér finnst það erfitt að taka þátt í þessum umræðum af því mér finnst ég alltaf vera svona, sko, mér finnst þess að þeir sem að vinna og séu hærra settir en ég. Mér finnst þess að Það ég er bara sé alls ekki þannig, þú ert manneska. Já, mér finnst þess að ég sé svona Þú átt skilið öll því lower. fríindi sem manneskur er að fá. Já, en þú veist, á sama tíma þá er þetta bara pínu awkward. Maður er alveg pínu svona, af hverju finnst mér vandræðalegt, þú veist, að vera svona eins og ég sé svona minna virði eða eitthvað. Þetta er bara... Þú veist, þetta er ógeðslega skrítið af því að bara real talk, við erum lenda svona real talk í hérna, love that. Nei, þú veist, í alvörinu, maður myndi ekki vilja óska sko neinum að vera svona. Ég vildi óska að ég veri bara heilbrigð og gæti unnið í gömlu vinnunni sem ég var í, elskaði vinnuna. Það kýs ekki að vera bara öryrkja allt í hennu, sko. Ándjóks, ég vann á leikskóla var fucking æðislegt, bara, þú veist, indislegt. Ég vann þetta líka leikskóla. Já. Jújú, það er fínt, það er bara... Já, við erum líka different típur. En ég meina, þú veist, mér fannst það æði. Þannig þetta er ekkert eitthvað sem að maður er bara, yes, svo geðveikt að vera á þessum fucking bótum hérna og vera ekki umgangast neitt í allan dag og vera bara heima, ógeðslega skemmtilegt og svo gaman og svo líka bara við þarf að vera 12 klukkutíma upp í rúmi og sofa 18 tíma og hérna, já, svo koma svimakostur og maður getur ekki staðið í lappinu, þetta er æðislegt, sko. Það er bara að mæla með netjóksir. Út í hvað fórum við þarna, maður? Hvað vorum við að tala um þér? Við vorum að tala um foreldrafrí og hérna börn og skjátíma. Nei, við vorum að tala um eitthvað. Já, við vorum að tala um óvinsæla, sko. Já, hot takes. Heyrðu, það er reyndar önnur hot take. Two hot takes? Two hot takes, geggja podcast. Það er önnur óvinsæl skoðun hérna sem ég skrifaði hjá mér. Það er það, ég hata að vera á tónleikum
og bara í margmenn yfir höfuð. Þetta pínu kontroversial að því Ég reyndar ekki að fara eitthvað það mikið tónleikum sko. Það er kannski pínu kontroversial að segja þetta því ég var að segja að vera einmannlegt að vera á örorku og vera svolítið mikið heima en þú veist ég elska Já, það öðru sinni að vera kannski bara smá introvert sko. Já, þetta er meira svona þannig, ég er introvert Ég hata margmenn, ég elska fólk þú veist, eins og þegar ég var að vinna, ég elska að vera með vinnufélaga og þú veist og alls konar þannig og ég elska að vera í kringum gott fólk og vera svona í matabóðum og eitthvað hitta fólk skilju, I love that Þegar ég fer í veislu, þá fer ég alltaf beint í brauðréttin Nú er ég komin í þessa veislu Ég ætla að fá að sjá mér rauðrétt Getið þið bent mér á brauðréttin ykkar Oh my god Nei, þú veist, ég er alveg pínu introvert þú veist, ef það er komin fleiri en 15 manns þá er ég alveg ekki þar Þannig ég hata tónleika og ég hata leikhús ég hata bíó Ég hata búðir, ég hata búðir Ég hata flugvélar Ég elska að fara í bíó sko Já, nei, ekki ég Ég fyrir svo oft í bíó Ég hata bíó Ég er þetta sko, en samt líka hot ekki Ég elska að vera heima hjá mér Það er minni griðastæður Stundum er ég bara svona Akkur ætti ég vilja fara úr húsinu sem ég elska Þetta er bara minn griðastæður Ég minnst þetta alveg geða gaman að gera eitthvað Það bara er ekki neitt að gera Það er ekki til neitt að gera þetta Í nágreininu Að fucking blönda sig Það meinar Jú, fara að jamma Maður hefur gert það Maður getur farið að krókin Maður hefur farið að jamma Við getum farið á krókin í pílu Hvernig væri að fara í keilu eða eitthvað Nei, það er ekki til keila Ekki eins og Akureyri lengur Nei, hún er Reykjavík Já, bara Reykjavík Hún er alveg slegið sann sko En já, þetta er svona mín óvinnslega skoðun Ertu með fleiri óvinnslega skoðunir? Nei, þeir eru hætt að stóla hérna Ég er ekkert að stóla Við erum að fara í þess að þjóðsögur Heyrðu, talandum Talandum að stóla Ég var að leita mottu fyrir stúdíu okkar Við erum búin að fá alveg kommentað að við séum að gegja hljóð sko sem er ógeðslega nice, thank you Ég ætlaði að reyna hljóðin einangra stúdíu aðeins meira þótt að sé alveg bara mjög fín sko Ég var að leita mottum á IKEA og hérna Ég ætla að fá svona mottu sem lítur út eins og mottan hans, þú veist, Freddie Mercury eða eitthvað Oh my god Nei, Andrés, ég var að leita mottum og ég fór á allar íslenska síður bara eitthvað, oh my god, hvað get ég keypt mottur Í fyrsta lagi, það kosta allar yfir fucking 20 skall Í öðru lagi, það eru bara til bara, þú veist, þetta er bara svona 50 Shades of Grey og bara nokkri beige og svona, þú veist, ég get bara valið hvort viltu gráa, beige eða beinhvíta Ekki hvíta heldur, beinhvíta Bone white Nei, hún lítur út fyrir að vera svona þú veist, 30 ára gömul þú veist, bara já, hún er svona hvíta möttu sem er búin að skítast út hún er svona gul hvít skiluru hún lítur svona út þess að andlitið á mér svona sirka kortir að hann í æli skiluru, þetta er hryllilegt Hvað er að þér? Ég veit það ekki þú veist, þetta er bara ég er bara, þannig að við fáum bara enga mottu í þetta stúdíó skiluru, mér langar í bleika hot pink mottu Ég myndi raka með, þá myndi fá nema mottuna þannig að það er komið mott í stúdíu Þú ert ekki hægt Því miður, það er ekki meira til þess að Þjóðsögur til þess að sko Ég er með 2 hefti hérna eftir Jón Arnarsson Íslenskar þjóðsögur og æfintýri Ég er að reyna að þvinga okkur í að gera allt annað nema að lesa þessar þjóðsögur Hvað meinar En já, the stage is yours Þú varst að tala ruglu á þannig Heyrðu, ég skal sko segja þjóðsöguna ruglu vinkonu okkar Já, núna viltu tala þjóðsögur Nei, ég skal bara segja hana eftir Byrja þú, ég skal koma með hana eftir Hún er bara sko, þetta er ruglu í Rugludal Rugludalur er segast dalurinn hann er eyðibílat, býr engi þar Hann er segast inn af dalnum það sem við erum alin upp, Blöndudal og þetta er segast eldgamall dalur skilur og ástæðan fyrir að hann heitir Rugludalur er út af henni ruglu í Rugludal og ég skal segja ykkur þjóðsöguna af henni Ari er komin með heftin í hendi Sorry, ertu að tala það? Gaur Hvað ertu búin að segja? Ekkert Ég er bara jeppingari Ég er stödd í Japperville Ok, Ari, árum byrjum á þjóðsögunum sant? Hann leiði mig bara að lesa þjóðsögur Nei, það er eitt sem ég langar að segja í viðbót með örorkuna Þú veist, að þetta hljómaði pínu svona eins og ég væri ekki hægt vannþakklátt á hann Sko, ég er ógeðslega ánægð og þakklátt með að sé svona kerfi á Íslandi sem að grípur mann þegar mann endur í svona aðstæðum eins og ég með skilur Mætti samt vera betra Já, en ég er samt ógeðslega sátt við að sé þú veist kerfi sem er að grípa mig og þú veist að þetta sé option fyrir mig á meðan ég get ekki unnið og þetta er líka pínu ástæðan þetta er pínu ástæðan fyrir að ég byrjaði með þér í þessu skilur af því að Það verður pí Já, af því að ég var bara svona ok hvað get ég gert, skilurðu það að vera á örorku það þýðir ekki að ég sé completely gagslaus member of society, skilurðu þannig ég hugsaði bara, ok, hvað get ég gert þú veist, ég get setið og jappað í mikrofón Þess vegna eru listir svona mikilvægar
Nákvæmlega. Af því að mjög mikið af fólki á örorku getur gert marga tegundir af listum þótt að það getur kannski ekki unni venjulega vinnu, þú veist. Nei, nákvæmlega, þú veist, þetta er svo ógeðslega satt. Allan að staðan hjá mér núna meðan ég er á örorku, þá finnst mér bara svo geggjað að nýta tækifæri, bara horfa í eigin bara, ok, hvað get ég, skilurðu? Ég er ekki bara eitthvað, þú veist, þó ég get ekki unnið 8 til 4 að 9-5 alla daga, þá get ég samt setið og ég get jappað í podcasti. Ég get verið upp í rúmi með tölvuna mína og fundið mér alls konar efni til þess að tala í podcasti. Ég get búið til TikTok-myndbönd og klift þau á þeim dögum sem að mér líður illa. Takk maður. Ég tek upp TikTok-vídeós og klippi þau og setja inn á þeim dögum sem að yfirleitt þegar ég posta TikTok það er ég upp í rúmi eins og einhver fucking lík, sko. Og þú veist, og bara allir sem er á TikTok. Nákvæmlega, veist, ég get mála myndir, ég get demanta hluti. Og Anna gerir ógeðslega flott málverk. Takk fyrir. Ég er að reyna að safna upp kjarkin til að byrja að selja málverkin mín að því að, ok, þú veist sjálf frá það er það alveg pínuflott, ég er alveg orðin góð í þessu og svo ég tek líka að mér að steina hluti if you want that, I can rhinestone your thanks. Rhinestone your thanks. En þú veist, ég hugsa bara þetta, þú veist bara, maður gerir það besta sem maður getur og þegar aðstæðan sem maður getur en þú veist, þetta er bara það sem ég vildi bæta við, skilurðu. Þetta var næst. Var þetta ekki gott svona. Þetta var mikilvægt. Þetta er mikilvægt fyrir mig að segja þetta svo ég hljóma ekki eins og ég sé bara eitthvað ógeðslega eins og ég sé svona Dudley fucking í Harry Potter eða eitthvað. Ég gæði inn í Harry Potter sem var 36 but last year there were 37, þú veist. Allavega. Það má ekki tala um mig Harry Potter, sko. Já, það má ekki. Anna, má ég núna lesa þjóðsögur? Það sem ég ætla að gera í dag. Ég meina please. If you insist, þá máttu alveg lesa þjóðsögu fyrir mig. Unfortunately. Hvað ertu að hera? Hvað ertu í stuð fyrir? Er ekki til einhverja skemmtilega þjóðsögu? Ég er með bakabræður hérna. Almáttugur minn, hjálp, save me. Skilur, nei takk. Þú er bakabræður? Guður, ég nenni ekki að hlusta á það aftur. Okay. Er ég komin í sögutími 7. bekk, skilur? Þetta er hlaðvarp. En já, ok, áhugavaldar, við ákveðum að þú veist tala um hluti sem okkur þykir áhugaverðir. Mér finnst þetta áhugavert. Þér finnst þetta áhugavert, þú mátt eiga það fyrir sjálfleg, en því miður þá er ég, þú sem ert að tala við. Já, ok. Það er bara fyndið þið finnst þetta sökka, þú er bara að sjúa það upp. Sjúa það upp? Sökir upp. Þetta var feitt. Anna opnaði draum í record time, sko. Bara Bittu það væri svona world record fyrir ónefnt fyrirtæki. Ok, ég sagði bara draum. Anna, þjóðsögur. Andskot. Þjóðsögur, takk fyrir. Ok, alltaf. Heyrðu, ég er bara með 2 bækurina eftir Jón Arnarsson. Mér langar svo að tefja þetta lengur. Þegiðu. Ok. Ég er að tala. Er ekki einhverja svona Við erum að hrútskýra. Er ekki einhverja kímnigáfu svona Ég ætla kímni? að segja, er einhverju kínverjar? Nei, Ari, ég er að tala um svona, er ekki einhverja hlægilar haha finnar þjóðsögur til? Semi? Já, hvað Þetta er alltaf svolítið alvarlegt, sko. Þetta er frá 1800 og eitthvað. Við viljum ekki hafa ómikla kímnigáfu hér. Lífið er alveg nógu fokkin alvarlegt, skil. Þegiðu. Ok, alltaf. Consider me þegar. Ég ætla bara að fletta upp á eitthvað. Bara einhverja sögur. Ætlar bara að opna bókinu og jappa? Já, Ok, ég er með slay. 2 bækurina. Þetta er reyndið það. Þetta lítur svo líkist. Hættu þessu. Ok. Alúti biskupinn. Hættu þessu. Er þetta eitthvað um kirkju eða? Ég meina mikið af þessum kirkjur, sko. Guð minn Fólk góður. var alveg virkilega trúað í gamla daga, sko. Já, Það er fullt af kirkjum í Íslandi. ég veit. Hvernig finnst þið Blönduskirkjan? Hvernig finnst mér hún? Já. Blöndurskirkja Hún er mjög öðru sem aðrar, þú veist, tradisjónal Hún er alltaf kirkjur. fárlega í læginu. Hún er mjög cool, sko. Hún er Mjög svo skrítin í læginu, en þú veist það er geggja að syngja þar inni. Kirkjan á Skagaströnd líka fyrir svo. Hún er fokkin slei. Alúti biskupinn. Ég hlakka svo til að heyra sögunum biskupinn. Anna, einu sinni voru 2 kerlingar á ferð þar nálægt sem lestamenn áðu hestum sínum. Tengi. Svo stóð á að þeir höfðu í lestinni meiri álægja og graðhest. Sem álvinni sem er crazy, sko. Klárlega. En þegar kerlingarna fóru fram hjá hestunum og tjaldinu stóðu lestamennir úti og graðfólinn var einmitt að fylja merina. Ég er dottin úr. Er hann að ríðinni? Ég held það. Ok, slei. Fylja merina, þú veist, Já, það hlýtur ég að veit vera. það ekki, maður. Ég skil, sko, þegar ég er að lesa þessar bækur, ég skil ekki svona 40% ólónin sem ég er að lesa, sko. Og þú hefur áhuga á Já, þessu? það er mjög gaman. Almáttugur Þetta er bara sem minn. að lesa Laxness, það er endalist ólónin sem maður skilur ekki, sko. Já, ég er ekki að lesa hann. Ég er ekkert casually að pikka upp Laxness-bók, Heyrðu, skilur. Anna, já, Aldi biskupinn. Heyra menninni þá að önnur kerlingin segir álútur riður hann núna í söðlinum blessaður. Þá svarar hinn, ég held að það sé ekki tiltökumálum áhaldraðan mann sem blessaður biskupinn okkar er orðin.
Því þær ímyndu sér að biskupinn væri þar á ferð en vissu að hann var orðinn gamall maður. Og hvað er þetta nákvæmlega? Ég veit það ekki alveg. Þú veist, nú ert þú bara farin út á einhverja, sko, já. Ég held ég ekki fatta þess alveg. Er þetta búin? Hún er búin. Var þetta öll sagan? Þetta var öll sagan. Þessi saga var hryllileg. Ég veit ekki alveg hvað gerist annars. Þetta var hestur. Þetta var klárlega hestur. Hann var að fylgja með hana. Hann var að gera það. Ég fatt ekki alveg hvað gerist. Já, gott eitthvað Sumar sögur eru svona, maður fattar ekki alveg hvað er gangi. Og þú hefur áhuga á þessu. Og ég að segja þér, Ari. Hvað? Þjóðsagan sem ég ætla að segja þér eftir Ruglu í Rugludal. Hún er rugluð. Hún er á íslensku. Þetta er á íslensku. Já. Það eru íslensk orð í minni þjóðsögu. Hvað þetta segja? Já. Og hún er skiljanleg. Það er enginn að fylja neitt í henni. Íslensku. Já. Heltu út úr einum kút. Einhver tíma voru 2 kunningjar, annar ungur en hinn aldurhniginn. Er svo sagt að hann væri ölkær og hafði hinn yngri lofað að bjóða honum í veislu sína. En áður hún yrði haldin, dó hinn gamli maður. Var hann grafinn á hinnum sama kirkjustað og hinn kvæntist og var veislan haldin á kirkjustaðnum. Nóttina dreymdi brúðgómann að vinur sinn kæmi til sín. Hann kvað: Heltu út úr einum kút, ofan í gröf mér búna, beinin mín í brennuvín bráðlega langa núna. Er verið að pynta mig? Er þetta svona annað að þú gerir eitthvað að þér, nú er pyntuð, þá getur þú drefst. Er þetta pyntingi mín? Nei, þetta var frekar wholesome. Is this the opening Þú to veist, hell? þetta var ungu maður og gamall maður. Gamli maðurinn dó Ok, og þeir heldu veislu þarna á gröfinu hans. Hverju? Hans til heiðurs. Ok, slay. Finnst þér það ekki bara... Vá, Cute, skilur. það er kút. En ég meina, þú veist, já, hann var kannski leiðin til helvitis líka. Hæ? Nei, að því að þú veist, að því mér líður þessu... Af því að hann var ölkær? Nei, kannski. Eða aldrei nýinn? Ó, guð mig góður. Nýinn? Nei, sko, að því að mér finnst þess að ég sé á leiðin til helvitis og þetta sé svona þetta er svona stoppið, ég er örugglega dauð og þetta er svona stoppið, það er verið að pynta mig áður en ég kemst til helvitis. En annars er þetta bara mjög fínar sögur, Ari. Þetta er geggjað. Viltu fá okkar meira að spæsi það? Og ég að lesa hérna... Kottu með drauga, ég skíti buxunar. Kerlingin afturgengna. Það var fyrir fáum árum að 2 menn áttu tal saman. Kom þar margt á góma meðal þeirra og þar á meðal töluðu þeir drauga og dauða menn. Hvaðast annar þeirra jafnan skildi gjöra þeim dauðum... Hvað í fokkanum ert að segja? Hvaðast annar þeirra jafnan skildi gjöra þeim dauðum manni en hann fyndi það gott hann gæti. En hinn hvaðast ekkert myndi hirða þótt hann fyndi lík og ganga framjá því eins og öðru hræi. Sá maður hét Ketill og var vinnumaður Kristján Skúlasonar, kammeráðs á Skarði. Leið nú nokkur tími, einu sinni var Ketill á ferð og fann hann þá dauða kerlingu. Gekk hann framjá henni og hirti ekkert hana. Kemst nú heim kveldið og leggst niður að sofa. En þegar hann sofnaður þá dreymir hann að kerling komi til sín og segi: Ekki þakka ég þér fyrir það sem þú gjörði mér gott í dag, því þú gjörði mér hvorki gott né illt. Sýndist hún honum svo voðalega að hann vaknaði. Gripur nú sax var hjá rúmi hans Hvað ertu að segja, Ari? Gripur nú sax var hjá rúmi hans og hleypur á kerlingu, því hann þóttist sjá hana þá hann vaknaði. Með miklum blótsyrðum og segir: Vilt að ég reki hnífinn í andskotan á þér? En í því hvarf hún. Sofnar hann nú aftur og þótti honum að kerling koma í annað skipti með lungun úr sér og vildi sletta þeim framan í hann og gekk alveg að rúminu. Hvað í fokkanum? Ok, þannig er þetta búið það? Nei, ja, mikið eftir sko. Vaknar hann og grípur saxið og vill höggva til kerlingar, en hún hvarf sem fyrr. Sofnar hann nú í 3. sinni, þótti honum að hún þá koma aftur og ætlaði að hengja hann. Verður honum þá heldur hann ekki bylt við og gripur nú saxið, stekkur ofan úr rúminu og eltir kerlingu út í dyr. En hún hvarf þá sem fyrr. Braust hann svo mjög í seinasta skiptim sem kerling kom að allt fólki vaknaði. Eftir þetta fylgdi kerling honum jafnan hvert sem hann fór. Eitt sinn var hann vetrartíma í muggukafaldi síðla dags niður í Nesi, því Frakkanes heitir og gætti sauða. Vildi hann þá reka þá til húsa og lagði á stað með þá. En þá hann hefur nokkra hríð rekið sauðina, heyrir hann nið mikinn og suðu, hann þá komin rétt fram á ísbrún með alla sauðina og það hitti svo erfitt að lesa ég er að sofna, sko. Og þar hitti maður hann sendur var að leita honum og kom honum með sauðunum heim,
En Karl, hvað kerlingu hafa vilt sig? Er þetta núna búið? Þetta er búið. Thank fucking god. Nei, sko, ég var að sofna og þessi kettling var að fara að handa mína drauma, sko. Hún var á leiðinni. Hún var bara eitthvað annað, þú ert næst. Þetta er svo þungt, sko. Gaur, þetta er basically saga gæja sem fekk sleep paralysis áður en að sleep paralysis var thing. Semi. Okay, Já, það er kannski bara það sem gerist. 100p. Já. Þetta var svo sannarlega saga. Þrjár nætur gekk hún aftur og hreldi hann. Já, geðvikt. Svo gerist það kveilvokkin. Ég var svo einbyttið mér að lesa, ég náði ekki alveg hvað þetta var. Þetta er bara, sko, með líður eins og ég sé bara í motherfucking sögutíma. Nennirðu frekar að lesa frönsku byltinguna? Þetta er ekki. Bara, þú veist. Þetta er svo gaman að lesa þetta, sko. Af hverju finnst það gaman að lesa þetta? Þetta veit ekki, það er bara eitthvað við þetta, sko. Ég skildi 3%. Afturganga? Sofa. Þetta er ekki aðeins, ég minna, þetta er mikið vegana sögur. Já, það er að segja margar í viðbóti það. Þetta er mér Anna. Ég er ekki kannast þér, þetta er mjög góð sögur. Á ég að segja sögun Ruglu í Rugludal. Já, hvað með hana? Ég skal koma hana, ok. Rugludalur er segast dalur upp á Eyvindarstaðarheiði. Segast inn af Blöndudal, þar sem við erum alin upp. Þar er Rugludalur upp á Eyvindarstaðarheiði. En það er náttúrulega ekki fært þangað, skilur, þessna býringinar. Þetta er líka í Eyði, það er engin hús þarna, skilur. Þetta er raunin bara heiði, skilur. Rugla, ok, annað þúrst að jappa. Rugla er bara Rugludal. Nú er ég bara að rugla. Ok, þegar maður keyrir þá er basically, þú veist, það er ekkert þar. Það er bara fullt af svona steinavörðum, skilur, og einhverjar eldgamlar rústir frá einhverjum gamlum. Og ég hef ekki farið á hangað. Hefur aldrei farið upp á Eyvindarstaðaheiði? Ég vil fara upp á Eyvindarstaðaheiði en ekki að skoða eitthvað. Maður getur farið á svo getur maður tekið hringinn, farið að skoða Blöndulón og Blönduvirkjun og Hveravell og ég veit ekki hvað. Ó, svo gaman. Spennandi kjölur, maður. Maður er að fara með Hveravell, það er mjög gaman. Já, maður, það er samt alveg hinum megin. Rugla er, þú veist, hinum megin dalum. Ok, þetta er svona sagan það, hvernig Rugludalur fékk nafnið sitt. Já, núna finnst þið þjóðsögur skemmtilegar. Þessi er á íslensku. Anna! Þessi er skiljanleg. Hínar er á íslensku. Þessi er alveg lókið skemmtileg. Þetta er alveg... Ok, já, og hínar ömulegar. Ég þarf að segja þér eftir að ég er búin að lesa hana fyrir þig. Árið var 1427. Herðu. Ég ætla að gera þetta aftur, sko. Okay. Árið var 1427. Ok. Árið var 1427, motherfucker. Ok. Það bjó geðbiluð kona í eina húsinu í dalnum. Af því þú veist, Rugludalur var, já, hún var bara einbúi, apparently. Þessi kona hét Rugla. Hún átti vinnumann sem hét Kurbrandur. Sleina. Crazy nafn. Hann átti alltaf að gera allt á stundinni sem hún sagði hann að gera, annars var hann drepinn. Hann átti alltaf að vera búinn að gefa hey og strokka smjör klukkan 8 á morgnana. Það er ekki að strokka með fólk smjörum mitt, skilur við. Strokka sjá hann sig. Hann var alltaf, hvað, Ari? Ok. Alltaf. Hann var alltaf á tíma af því hann þorði ekki annað því hann vildi náttúrulega ekki vera drepinn. Fyrir en dag einn í svakalegu óveðri þegar hann komst ekki í tæka tíð til að strokka smjörið eftir að hafa verið að gefa. Ef þú segir strokka eins og Nei, hann komst ekki inn að strokka smjörið eftir að hann var búin að gefa. Heyrðu, Rugla var náttúrulega bara iconically brjáluð, skilurðu? Iconically brjáluð? Já. Þetta hljómar ekki eins og eitthvað rít eftir Jón Arnarsson. Nei, en þú veist, hún var brjáluð af því að, hann strokkaði ekki smjörið, skilurðu? Hún var ekki með nýstrokka smjör morguninn. Þannig hún bara... En var hann nýstrokkaður morguninn? Ok. Þannig það var bara, þú svikula helviti slata gerpið þitt, nú verður þú drepinn. Og þau hlupu, endi langt eftir Rugludalnum. Þanga til að hún gat ekki meir og hún drafst. Og dalurinn fekk hennar. Rugludal. Svo fann ég 500 kall. Ok, já, það er slegt. Þetta var góð saga, ekki? Þetta var saga. Þannig Dalurinn fekk nafni sitt frá henni Ruglu okkar. Sem var brjáluð. Sko. En Kurbrandur, hann lifið af því hann var náttúrulega miklu meira þólu, miklu meira slei heldur en Rugla. Kurbrandur er mögulega vestanat sem ég nokkuð því. Já, það er ekki mjög flott nafn. Rugla er ekkert skárra sann, sko. Þannig núna er Rugludalur í Eyði því að Rugla drafst 1427. Ljótur er reynda crazy nafn. Sko, gaur, það er að heita Ljótur og Ormur. Hvað barn að heita? Ljótur og Ormur? Ljótur og Ormur. Eða þú veist, þetta er það lagið svona eitt og sér. En Ari, og ég segir eitt iconic. Þegar ég var í 10. bekk, þá var svona keppni, 66 gráður norðurkeppni. Og það sem skólanum var að taka þátt. Og Húnavallaskóli, gamli skólinn okkar sem er núna hótel. Lól, það er ógeðslega að finna gamli grunnskólinn okkar sem hótel. Skrítið.
Airbnb-drast, alltaf, anyways, ok, skólinn okkar var að taka þátt og ég tók með hópnum mínum þessa sögu fyrir og ég á vídeo á mér öskra sem rugla, ég lék ruglu sko og nice. vinkona mín sem var í backfyrirni með lék kurbrand og þetta er geggja vídeo og ég þarf alveg að setja klipp úr því inn á fokkin ég þarf að setja klipp úr þessu inn á fokkin Instagram Þú sína meina líka ég þarf að sína þeirra, af því að sko, ég er iconic rugla í þessu myndbandi ég er bara með metal screams Auðvitað hefur gert myndband eitthvað Þú segir þú hati þjóðsögu bara nei, já, ég lék einu sinni í myndbandi þjóðsögu Nei, sko við áttum að velja okkur eitthvað subject til að leika með 66 gráður, það var auglýsing fyrir 66 gráður norður en við áttum ekki neitt eftir 66 gráður norður af því við erum sveitafólk og þú veist var enginn að versla þetta skilur við vorum í lópapeysum þannig að, ég hljóma svo gammalt kall þarna, shit þannig að við náðum ekki að vinna þessa auglýsingu af því við vorum ekki í 66 gráður norður fötum Góð saga, ok, Jari Þetta var góð saga Ég ekki Já, ég ætla að setja klippin á mér leika ruglu inn á motherfucking Instagram Let's go Jæja, við skulum fara í alvöru þjóðsöguna Ok, ætlar að koma með einhver að finna Nei, það var náttúrulega ekki til húmor á þessum tíma Fólk lærði ekki að hlæja fyrir en 1800 Fólk gantaðist á þessum tíma Já, Það kunni nú að gantast aðeins vissi ekki hvað hlátur væri Það var bara, hvað búkljóður að koma út þér Ok, þeir koma þá 4 Er það nafnið á sögunni? Þeir koma þá 4 Þeir koma þá 4 Þetta er í kafla 3 mannafylgjur og aðsóknir Er þetta að koma, þú veist, coming? Þeir koma 4 Þú, það er alveg mikið Ekki fyrir Bonnie Blue, en þetta er alveg mikið Ok, ég er að greinast, ég er að djóka Lest þetta Já, ég er að hlusta Já, þeir koma, ekki Þeir koma þá 4 Já, ekki að dörti hát Lestu söguna Nú get ég hugsað þetta annað Nei Ég er bara að hugsa Forson hjá einhverjum svetti frellum hérna Slay Þegar móðir séra Jóns Norðmanns var á Bægis var þar önnur stúlka sem Guðrún hét og var Jónsdóttir. Segi það. Hún var skyggn eða þóttist vera það og sagði oft móður Norðmanns frá því sem hún sá. Damn. Einu sinni voru þær báðar út í fjósi. Þá sagði Guðrún, já, þeir koma þá 4, en engan þeirra þekki ég. Oh my. Hinn kvenmaðurinn bað hann að láta engan heyra þessa vitleysu. Guðrún sagði að þær skyldu bíða við. 4 menn hefðu nú gengið fyrir fjóstinnar. Daginn eftir var hlákuleysing og vonsku veður og hugsaði móði Norðmanns gott til að geta rekið á Guðrúnu stampinn því enginn myndi koma og þegar komið var kvöld sagði hún við hana, ekki ætla þeir nú að koma snemma, þeir hann 4. Bíðum við, ætli þeir sé ekki konni nærri, svaraði Guðrún. Þeir koma nú rétt inn 4 til sömu og í gærkvöldi. Litlu síðar var barið og voru þá konir 4 menn innan úr kræklingahlið. Aldrei höfðu komið fyrir það Bægis á. Voru það dauðir gæjar? Voru það draugar eða? Það er góð spurning. Voru það svona skegn sem að sá þú veist drauga? Hún sá 4 menn við fjóstilnar og daginn eftir var hlákuleysing og vonsku veður. Og það þýðir? Ég meina bara svona fyrirbúði eitthvað. Smá svona fyrirbúði. Heyrðu, þetta er crazy. Ég fíla þessu. Þessi var alveg skemmtileg. Þessi var góð. Þú mátt eiga það, þessi var góð. Ég elska svona skegnsögur, en það er bara því að... Við skulum samt ekki hafa ómikið gaman að henni. Nei. Við skulum Er þetta búið það? Er hún búin? Er sagan búin? Já. Ari, þessi var góð. Ég fíla þessa, af því að það er náttúrulega svona pínu skegningáfa í fjölskyldun okkar. Nei. Jú, víst. Mamma er skegn, amma er skegn. Já, segja það. Heyrðu, amma er alltaf í fokkin heiftarlegum samræðum við bara fólki sem... Já. Þú er svo mikil að trúa þessu, sko. Nei. Ég er náttúrulega bara, mér skafan að lesa svona. Já, þegar fólk fyrir eitthvað að segja... Mér finnst það mjög interesting. Mamma og amma hafa séð skrikkilegustu hluti bara known to man, sko. Nei, ég hef aldrei trúað á neitt þannig, sko. Ég fyndi nema þetta með í fjósin okkar með vindlalíktina. Það er apparently draugur í fjósin okkar sem heitir Pétur eða eitthvað. Þeir eru enda 2, það er Pétur og Jósafat. Já, mitt Jósafat. Gaur, Jósafat er líka þarna, sko. Já. Þetta er svona 2 gamli bændur. Ég hef alveg fundið vindlalíkt eitthvað en það hlýtur bara að vera þú veist. Það er ekki engin vindla heima, sko. Nei, þú veist, það hlýtur að vera samblanda af einhverjum lyktum í fjósinu. Ég er Ari, ég trú ekki á neitt yfirnáttúrulegt. Ég meina, ég er ekki búin að sjá neitt sönnunargagn neitt yfirnáttúrulegt. Ég hef ekki séð þá, en ég hef fundið vindlalyktina og mér hefur drengt Jósafat. Jósafat. Og hérna... Ég meina, þú veist, mér hefur drengt að ég væri í partí hjá Kim Kardashian Oh my god. En það gerðist ekki. Nei, ég hef alveg lent samt í svona pínu yfirnáttúrulegum upplifunum. Svona, en
ég samt hljóma bara eins og ég sé með sko 20 geðsjúkdóma að ég fyrir að tala það og ég bara með 4 þannig að ég ætla ekki að fara að tala það þeir eru reynda 7 en alltaf Þetta er svo skrítið Voruð þið 4? Komuð þið 4? Jari, þetta er svo skemmtilegur Jæja, komdu með eitthvað gott Farðu í rass og rófu? Þess að þú sjálfur Nei, þetta heitir þetta Ó, allt í lagi Sagan heitir farið í rass og rófu Er þetta saga sem heitir farið í rass og rófu? Farið í rass og rófu Ok, er það ekki bara eitthvað orðatiltæki samt eða? Farið í rass og rófu Sama hugsunin kemur enn oft fram í mæltu máli þegar menn skilja í styttingi og gefa þeim sem burtu fer vegabreið með þessum ummælum Hvað? Farðu til fjandans og þaðan í verri stað og enn eru slíkar bænir hafðar með ýmsu öðru móti til dæmis farðu norður og niður eða farvel Frans og kom aldrei til Ísalands Bítu Farvel Frans og kom aldrei til Ísalands Hættu nú, það var einhver hæjasa kænt að skrifa þessa bók eða enn þannig farðu í rass og rófu rýttu grári tófu Guð minn góður hafðu köttin fyrir keiri komdu aldrei að eyri Ég bara Ari Sá sem skrifaði þetta Þetta er snilt Þessi var með 20 geðsjúkdóma Jón Árnason Já, hann var örugglega bara Ég þekkti hann ekkert persónulega Nei, ég menna, kannski þekkti af hann Maður þarf að vera eitthvað skrítið til þess að gera 6 bækur íslenska ævintýr og þjóðsögur Já, maður þarf líka að vera eitthvað skrítin að fíla þér Gamli Þetta er ógeðslega gaman Sagði enginn aldrei Þið fannst þetta fyndið Já, þetta var enda fyndið Farið í rass og rófu rýttu grári tófu Ef svo væri ef til bæjar og jólin væri á páskunum Farvel Frans og kom aldrei til Ísalands Ok, þetta er þetta fokkin myndir Vá, allir fransar núna, ég þetta ekki reyndar enga fransar Allir fransar verða núna gett offended Þetta er svona sko, boomer insultin Þau eru heldur góð sko. Já, Farðu norður og niður Andjóks Það er frábært Ég er stödd þar akkurat núna Farðu til fjandans og þaðan í verri stað Já, ég er stödd þar líka Klerka og kirkjulega hluti Þú er mikið í kirkjunni Ari, ég hef ekki farið í messu Ándjóks Ég hef ekki farið í messu síðan að litla frænka var skýrð Spjallið skrifa Nei, ég er ekki voðalega mikið í messum, Ari minn Nei Ert þú mikið í kirkju? Nei Ert þú mikið að kirkja? Hver? Kjúklingin? Ok, Ari Heyrðu, já, fyrir og tölum þjóðsögur Það heyrist ekki hundsins mál Einu sinni komst hundur inn í kirkju þegar presturinn var komin upp í stólinn. Tekur þá hundurinn að gelta svo hátt að söfnuðurinn trublast og heyrir ekki til prestins. Ok, Loppi. Hann geltir í lowercase sko. Meðhjálparinn hleypur þá til og ætlar að reka hundin út úr kirkjunni. En af því honum var svo mikið í hug mismælir hann sig svo háskalega að hann segir Það heyrist ekki hundsins mál fyrir helvítis kjaftinum að prestin Oh god Oh my god Það er svo fucking góður maður Holy shit Mér finnst hundabrandara mjög fyndin En það er líka bara því að ógeðslega komikli hund Óttu komikli hund Hundurinn minn er náttúrulega bara bíó Hann er bara motherfucking bíó Hann vakti mig í nótt Ari. Vakti þig? Sorry, ég var með eitthvað í hálsunum Hvernig vakti hann þig? Hann vakti mig í nótt Og ég segi hvað hann gerði Ég er ekki að djókir, hann var urrandi eins og það væri einhver intruder á heimilinu. Ok, nei sko, ég var bara eitthvað, oh shit. Þetta var köttur. En ég hugsaði bara eitthvað, oh shit, var ég ekki búin að læsa útidurhurðinni eða þú veist, hörðunum, það er náttúrulega 3 hurðar. Og ég var bara eitthvað, shit, hvað er að gerast? Svo hoppaði hann upp í rúm á mig og hélt áfram að urra og ég bara eitthvað, shit, hvað er hann urra á? Heyrðu, hann var að urra fokkin hárlufs úr sjálfum sér sem var á gólfinu. Hann var svona að lufsa af hundahárum á gólfinu. Ég er ekki búin að ryksa í 5 daga, fuck off. Það veit aldrei hvað er að gerast þessi hundur. Nei, þú veist, ég get hann ekki. Hann var að urra á hárlufsuna. Hann var bara skíthræddur við hann. Ég veist, þetta er bara eitthvað annað. Svo líka, hann er hræddur við orðið grípa. Já. Ef maður segir, Loppi grípa, þá hleypur hann í burtu. Hann vill ekki grípa neitt. Hann vill ekki grípa neitt. Hann er líka hræddur við tyggjó. Þegar ég gerir kúlu með tyggjóum, þá heldur hann að ég sé að sprengja flugvelda. Ha? Ef ég væri ormur, Anna, já. myndir þú þá að elska mig? Ég myndi geyma því í vasanum mínum. Okkur í vasanum mínum? Af því að þú myndir alltaf vera með mér. Nei, ég get ekki að setja mig í, þú veist, einhverja næs mold eða eitthvað. Ég myndi alveg setja í mold. Ég myndi ekki vera bara að nenni að vera í vasanum. Já, ok, ég myndi alveg setja í mold, skilur við. Ég myndi alveg low-key setja þig í mold og gefa þér alveg vatn og vissir þú að ormar eru grótætur? Þú að skálda eitthvað orð? Nei. Vissir þú að ormar eru grótætur? Herra biskup séra prestur. Ari, þú ert bara að tala um einhverja presta. Á Íslandi það síður að kalla biskupin herra en prestin séra.
Því var kerlingunni mismæliði sem kallaði biskupinn séra sem vísan sýnir. Sæli verið þér, séra minn, sagði ég við biskupinn. Ansaði mér þá aftur hinn, þú áttir að kalla hann herra þinn. Og þetta öll sagan? Þetta öll sagan. Já, takk fyrir ekkert. Hvað? Það bara, þú veist, Ari. Nei, þú veist, þannig að læra maður mikið, maður að kalla biskupinn herra og prestin séra. Ok. Og þú veist, hún mismælti sig. Ég ekkert að fara að tala við þá, skilur. Ákveð ekki. Hvað samskipti við að eiga? Maður eitthvað að passa sig hana, já, ef maður er í kaþólsku kirkjunni Ari! Nei! Ef maður er sanginu, maður er ekki koma nálægt kaþólsku kirkjunni, sko. Á með það sem maður sá á TikTok-ana við prestin, það sem sýndi mér á TikTok með hana prestin, holy fuck. Það var svo svakalegt. Einhver mest homofóbik maður á Íslandi í kaþólsku kirkjunni. Hefur sjaldan, bara, já, við erum Holy shit. leiðréttingabúðir fyrir samkynhneigt fólk, er ekki allt í lagi? Það var náttúrulega miðflokkurinn að tala um að henda útlendingum úr landi, það er bara að henda þessu gerpi úr landi. Ok. Guð mig góður. Nei, samt í alvegni, Ari, ég get þetta ekki. Þú veist, lög alþingis gilda ekki jafn mikið og lög kirkjunar. Já, viltu ekki bara, þú veist, éta skít og Oh my god, við erum ekki kaþólsk. Nei. Ég er bara ekki trúaður. Ertu trúið það? Nei. Heyrðu, Djúpatjörn. Ok. Í Skörðum, það er byggð í fjöllum milli Skagafjarðar og Húnavarsýslu sem er núna Húnabyggð. Slei. Ekki lengur Húnavarsýsla. Gaur, Skagafjörður er ekki Húnabyggð. Nei, Húnavarsýsla er Húnabyggð. Já. Oh my god. Uppási. Skagafjörður voru tregir og vildi ekki koma í Húnabyggð. Ok. Er þar einn sem nefndur er Selhólar. Nálægt bænum er tjörn sem kölluð er Djúpatjörn. Í tjörn þessar er mergð af sílungi smáum og stórum, en hvenar sem net eru lögð í tjörnuna finnast þau ávallt að morgni upp á baka. Annarkvort undin saman í hnikil eða ellegar rifin í sundur. Gott infodum fyrir veiðimenn. Þetta hefur oft verið reynt og hefur jafnan farið á sama veg. Eitt sinn var fólk á Grasafjalli og lá við Djúpatjörn. Einn morgun kom stúlka út úr tjaldinum sólaruppruna. Sá hún þá 5 báta á tjörninni og 2 menn á hverjum nema 3 á einum og var sá báturinn stærstur. Voru þeir að draga upp net og öfluðu vel. Þóttist hún vita að þetta myndi vera huldufólk og hafði augun lengi á bátunum. En þegar henni var lítið af sá hún þá eigi framar. Þannig það voru draugar eða? Já, sem þú veist, voru að henda þessum netum upp úr þessari Djúpatjörn. Af því þeir vildi ekki að fólk vera að veiða eða? Ég meina hún sá það bara, þessi stúlka. Já, þeir voru að draga net og já, öfluðu vel, já. Þannig að þeir voru eiginlega að veiða með netunum sem þeir voru búin að setja út í Djúpatjörn, sko. Þessi álfar, eða þetta huldufólk sem líti út sem menn, sagði stúlkan. Ok, vá. Þegar hún horfði frá þá sá hann það ekki eftir. Ok, það er svolítið skeri. Það er smá skeri. Hvað er á þetta að gerast? Þú vaskar þig? Selhólar. Ok. Það er byggð í fjöllum milli Skagafjarðar og Húnavarsýslu. Ok, það er það upp á vaskari. Eigum við að vita hvað selhólar eru? Ég held að það sé upp á vaskari, býta aðeins. En Ari, ég held að þetta sé upp á vaskari og nefnilega sko, það eru nokkur sem hafa sagt mér að þeir hafa séð svona drauga og alveg huldufólk upp á vaskari. Bara á hestbaki og eitthvað svona slei. Það er slatti af hana svona huldusteinum upp á vaskari. Slei. Og þú trúir á það? Nei. Já, mjög erfitt. Ok, ég samt er ekkert eitthvað að fara að, veist, ég er ekkert að lemja huldusteina eitthvað, þótt að ég trúi ekki, ég náttúrulega vil ekkert, ef það er eitthvað, þá vil ég ekki fá það á mig. May this never find me. Nákvæmlega. Hvernig fannst þess það? Ég datt alveg út halfway, sko. Það er sumt í þessu fínt. Já. Ég er svona, þú veist, eins og þegar maður er unglingur í grunnskóla og er að sopna í tíma, ég er alveg þar, sko. Nei, þú voru að... Ég er með svo athygli. Fylgstu með? Já, ég er að fylgjast með. I'm taking notes as we speak. Fekk líka smá Tourette's-kast, þú veist að segja helmingina þessu. Ég var föst í kækjum, sorry about that, man. Barnið vilta undir Eyjafjöllum. Barnið viltu undir Eyjafjöllum? Undir Eyjafjöllum bar svo við að barn hvarf einu sinni. Var þess þá víða leitað og fannst síðir í gjótu einni upp í fjalli. Urðu menn þó að viðka grótuna áður en barninu var náð. Svo var hún þröng. En menn höfðu náð barninu og sagði það frá því að sér hefði sýnst hún móðir sín fara alltaf að unda sér og hefði það elt hana þangað. Új, þetta er ógeðslegt. Þetta er ógeðslegt. Og bara hjarta hefði séð móður sín að fara upp á fjallið og þetta er, ég var hroll actually, sko. Þannig að það var bara svona huldumanniska sem þóttist vera bara basically ég meni, þetta er bara barn. Fór í gerfi mömmunar og bara eitthvað, eldu mig.
Eitthvað þannig örgulega, sko. Holy shit, þetta var scary. Takk fyrir að láta mig aldrei geta sofið aftur. Þetta var, ég fekk smá roll, sko. Ég fekk alveg sem ég Loki hroll, sko. Boots, that's my ego boots. Get your Viltu heyra little gílítrúð, loose for a minute. Anna Kristín. Because girl I've been it. Anna! Sorry, þetta taka riffi líka. Ég fekk fefa Ég nenni ekki, sko. Viltu heyra gílítrúð? Gilitrutt. Allir strákanir. Allir strákanir. Þess er að vilja sem ég taka gílítrúð. Hérna þegar Ari var aðeins minni, þá voru ég og Brynjar að gera svona. Allir hérna nema þessi brandara. Þú veist svo, allir strákanir horfðu á örbylgjöfnin nema Binni, hann var þar inni. Allir hérna strákanir fór í sund nema Gvendur, hann var ekki með hendur. Og svo kemur Ari og er að reyna svona að segja svona brandara. Ég var svona 4 ára. Hvað sagðirðu? Þú sagðir eitthvað fáránlegt, sko. Allir strákanir, nei, allir krakkanir fara í körfubolta nema gílítrúð, hún var kirkja. Hún var kirkja! Ég get þetta ekki. Þetta er líka meika þess enga sem. Ég var svo pyrrað líka að þau voru að hlæja að þessu. Við fórum sko skellir hlæja. Við fórum ekki að hlæja með þér. Við fórum að hlæja af þér. Greið mitt, sko. Við vorum, þetta, shit. Þetta er bara best. Segðu mér gílítrúð, Það er gílítrúð. Já, ég get ekki að koma fleiri kirkjusögur samt. Gílítrúð. Einu sinni bjó bóndi inn ungur austur undir Eyjafjöllum. Hann var ákafa maður og starfsamur. Þar var sauðganga góð hann var og átti bóndi sauðféð mikið. Er þetta aftur í Eyjafjöllum? Já. Kannski var gílítrúð þú sem að blikkaði barnið og leita elta sig. Ekki, hún ekki stór og ljót og eitthvað. Hætti ekki Ég meina maður. kannski var mamma barnsins ekki stór og ljót. Ari! Þú ert náttúrulega ekki hægt, sko. Hann var þá nýkvæntur þessi saga gjörðist. Kona hans var ung en duglaus og dáðlaus. Okkur þetta að mensjona að kona hans var ung. Úi, wow! Oh my god, ok, Leonardo Og þessu tíma þýtti það örugglega bara að hann var 13 ára eða eitthvað. Ói! Heyrðu, nennti hún ekkert að gjöra og skipti sér lítið að búinu. Þetta líkaði bónda mjög illa, en gat þó eða gjört. Haustið fékk hann henni ull mikla og bað hana nú að vinna hana til voðmála. En konan tók ekki líflega undir það. Leiði svo fram á veturinn að konan tók ekki á ullunni og ámálgaði þó bóndi það oft. Einu sinni kemur kerlingin heldur stórskólinn til konunar og baða hana að greiða eitthvað fyrir sér. Getur unnið nokkuð fyrir mig í staðinn, segir konan. Til það, segir kerling, eða hvað á ég að vinna? Ull til voðmála, segir konan. Fáðu mér hana þá, segir kerling. Konan tekur þá ákaflega mikinn ullarpakka og fær henni. Kerling tekur við seknum og snarar á bak sér og segir, ég skal koma með voðina á sumardaginn fyrsta. Hvað viltu hafa í kaup, segir konan. Hvað er voð? Það er, þú veist, það er sem er búin að vinna úr ullinni. Garn. Ég held það. Ógeðslega. Þetta er náttúrulega orð. Mamma er alltaf að prjóna bara eitthvað voð. Þetta er orð frá 1870, sko. Já. Hvað vil það hafa í kaup, segir konan. Það er ekki mikið, segir kerling. Þú skal segja mér mitt í 3. gátu og eru við þá sáttar. Konan játti því og fer nú kerling burt. Líður nú veturinn og spyr bóndi oft konuna hvar ullin sé. Hún segir hann það engu skipta og skuli hann fá hana á sumardaginn fyrsta. Bóndi lét sér fátt finnast og leiði nú fram á útmánuði. Þá fer konan að hugsa nafn kerlingar en sá sér engin ráð til að komast að því. Var hún nú áhyggjufull og hugsjúka þessu. Bóndi sér það að henni var brugðið og bað hann að segja sér hvað henni gengi. Hún sagði honum þá alla sögu. Var þá bóndi hræddur og segir að nú hafi hún illa gjört því þetta muni tröll vera sem ætlaði að taka hana. Einu sinni varð bónda gengið upp undir fjallið og kom hann á grjóthól einn mikinn. Hann var að hugsa raunir sínar og vissi varla af sér. Þá heyrist honum högg í hólnum. Hann gengur á hljóðið og kemur að smugu einni. Sér hann þá hvar kona ein heldur stórvaxin situr að vef og hefur hún vefinn milli fóta sér og slær mjög vefinn. Hún hvaði fyrir munni sér þetta. Hæ, hæ og hó, hó, húsfreyja, já veit ei hvað ég heiti. Hæ, hæ og hó, hó, Gílítrúð heiti ég. Hó, hó, Gílítrúð heiti ég. Hæ, hæ og hó, hó. Ég er í miðju heila blóðfalli, sko. Þetta lét hún ganga og sló mjög ákaflega vefinn. Vá, convenient og maður bara að öskra þetta þegar bóndinn var hana á ferð hana. Ég bara, já. Bóndi var nú glaður og þóttist vita að þetta myndi vera kerling sú hafði fundið konu hans haustið. Hann fer síðan heim og ritar hjá sér á miðan nafnið Gílítrúð.
Ekki lét hann konu sína heyra það og kom nú hinn síðasti vetrardagur. Þá var húsfreyja mjög angurvær og fór hún ekki í klæði sín daginn. Bóndi kemur til hennar og spyr hvort hún viti nafn vinnukonu sínar. Hún segir nei og kveðst nú ætla að harma sig til dauða. Bóndi segir að þess þurfi ekki og fékk henni blað með nafninu á og segir henni upp alla sögu. Hún tók við blaðinu en skalf af ótta því að hún var hrædd að nafnið kynni að vera rangt. Biður hún nú bónda að vera hjá sér þegar kerling komi. Hann segir nei og varstu ein í ráðum þegar þú fékkst einu ullina, svo best að þú gjaldir ein kaupið. Fer hann burt síðan. Nú kemur sumardagurinn fyrsti og lá konan ein í rúmi sínu en enginn var annar í bænum. Heyrir hún dönur miklar og undirgang og kemur þar kerling og ei frínileg. Frínileg? Já. Hún snarar inn voðmálstranga miklum og segir hvað heiti ég nú, hvað heiti ég nú? Konan var nær dauða en lífi ef ótta og segir Signý? Æ, nei! Fuck. Það heiti ég og gettu aftur húsfreyja, segir kerling. Ása, segir hún. Kerling segir, það heiti ég og gettu enn húsfreyja. Heitur ekki Gilitrutt, segir konan. Kerlingunni var svo bylt við að hún datt endurlöng niður á gólfið og var þá skellur mikill. Rís hún síðan upp og fór burtu og sást ekki eftir það. Konan var nú fegin að hún slapp frá óætti þessum og var nú öll önnur. Gjörðist hún iðjusöm og stjórnsöm og vann ull sína sjálf. Er þetta sem sagan og Gilitrutt? Ég hef aldrei heyrt þessa sögu áður. Hefur ekki heyrt hana áður? Aldrei. Hún var actually smá góð. Þetta er góð saga, sko. Svona í miðjunni, þá var ég alveg að missa þráðin, sko. Ég bara athygli mín var komin í að hugsa hvað ég ætti að hafa í kvöldmandinn á morgun, sko. En hérna... Þið skrifaði 1800 og eitthvað, sko. Já, einmitt. Og þetta var samt góð saga. Já. Þegar þú fórst að tala um að hún væri með einhver vef milli lappana, þá vaknaði ég aftur til lífsins bara. Hvað milli lappana? Þú veist Já, vefstólinn, já. Vefstól. Það er það sem ég var að hugsa. Og svo náði ég að halda athyglinni út alla söguna. Hún var mjög góð. Já, þetta var hún Gilitrutt. Já, en ég fatt ekki alveg, dó hún eða? Nei. Akkur datt hún á gólfið? Þegar henni var svo bylt við. Brá henni að hún vissi nafnið hennar? Já, brá henni að vissi nafnið því að það náttúrulega af hverju ætti hún að geta vita nafnið á henni. Já, nákvæmlega. En þú veist, hvað er the moral of the story? Að, þú veist, vinna, svona sögur, svona gamla sögur, náttúrulega gerðar aðalega til þess bara að, þú veist, sögur á þessum tíma voru alltaf svona aðalega að kenna krökkum og börnum, þú veist, hvernig á að haga sér í lífinu og svona. Eins og þetta er bara að maður er að vinna sína vinnu sjálfur. Þú veist, ekki reyna að stytta sér einhverja leiðir. Já. Af því að hún nefndi ekki að, þú veist, að vinna þessu öll. Þannig að hún lét Gilitrutt vinna hana fyrir sig. Damn. Með þeim skilurum að hún þurfti að gíska á nafnið hennar. Og hún Oh my god, ég skil núna. Ég var ekki alveg að fatta þetta, sko. Ég var alveg smá annar staðar, sko, með hausinn. En þú veist, henni var svo bylt við það því að hún var ekki að búast að hún myndi... Já, núna þarf hún að gera vinnuna. Já. Hún var bara heppin að kallinn heyrði, þú veist, nafnið hennar þegar hann labba fremjá. Og er þetta bara eitthvað saga sem allir vita af það? Akkur hef ég ekki heyrt þetta áður? Þessi saga var lesin fyrir okkur í grunnskóla. Já, ég hef verið sko, ég er alveg farin að gruna að ég sé með eitthvað svona smá athyglisbrest eða eitthvað af því að ég man bara ekkert úr grunnskóla. Ég var bara að hugsa eitthvað allt annað. Ég heldur. Nei, þú veist, í alvörunni, kannski hef ég heyrt þessa sögu áður, bara ekki með eyrunum, skilur. Já, þetta er skemmtileg saga. Og þetta er góð saga, mjög góð saga. Ég meina að flesti heyrt hana, þú veist. Já, einmitt. Var þetta seinasta þjóðsagan þín? Nei. Andskotin, ok, alltaf. Í þessum þætti áhugavalda segir Ari okkur sögur sem eru næstum því á íslensku. Þessu. Þetta er á íslensku. Þið munu skilja 3%. Nei, svona allavega 70%. Af því sem Ari er að segja. Marta, þessu hljóma bara eins og handahófskend búkljóð. Lock in. Já. Séra Þorlákur Þórarinsson. Ari, þú er eitthvað með þig og séru. Það er bara fullt af einhverjum prestasögum í þessari bók. Ok. Nóttina eftir að séra Þorlákur Þórarinsson drukknaði í Hörgá dreymdi stúlku nokkra var honum kunnug að hann kæmi til hennar á kvæði. Dauðinn fór djart að mér, dauðanum engin ver, dauðinn er súr og sætur, samt er hann víst á gætur, þeim sem í drottni deyja og dóminum eftir þreyja. Slei, er þetta búið? Já. Er þetta búið? Já. Og hvað er þetta nákvæmlega? Að bara hann kom, henni dreymdi að hann kæmi til hennar og sagði þetta, kvæði þetta. Akkur þurfti hann að ásækja einhverja stelpu? Ég veit það ekki. Ok. Henni dreymdi þetta bara. Ok, slei, þú veist, ok. Þetta, Ari, þetta
var svo sannarlega saga. Ég meina, ég veit ekkert upp á hár hvað er að gerast í öllum þessu sögum, en það er gaman að lesa þér. Þetta eru svo sannarlega orð, skrifið á blað. Þetta er cool vísa. Þetta er svart og hvítu. Dauðinn fór djarta mér. Já. Einmitt. Dóttir Sæmundar og Kölski. Já. Kölski? Veist hver Kölski er? Nei, ég hef aldrei heyrt þetta nafn áður. Djöfullinn. Já, djöfullinn. Kölski. Já, Kölski. Dóttir Sæmundar og Kölski. Dóttir Sæmundar og Kölski. Heyrðu, þessi getur verið áhugaverð. Sæmundur fróði átti dóttur eina. Já, sæll. Einhverju sinni þá Sæmundur var heima kom til hennar Satan og sagðist eiga að taka hana. Stúlkan var þá stödd í lofti nokkru að reiða upp sæng föður síns. Hún sagðist skildi með honum fara ef hann væri búinn að telja allar fjæðrirnar í sænginni hans föður síns fyrir en hann kæmi heim, en annars ekki. Ok. Satan játaði því og var nú heldur hraðhentur, en í því bíli sem hann hélt á þeim seinustu í hnefanum kom Sæmundur upp stigann. Þá þorði ei Satan við að standa og slapp hann því af stúlkunni í það sinni. Býtu, ætlaði þess að stjöfull að taka stúlkuna. Já, hann hefði ekki að telja allar fjæðrirnar í sænginni. Og býtu, þannig að hann tók ekki stelpuna af því að hann náði ekki að telja fjæðrirnar. Hann var með síðustu lúkuna fyrir honum þegar Sæmundur fróði kom aftur heim. Shit, hann náði ekki, hann fekk ekki stelpuna. Heyrðu, þessi var góð, mjög áhugaverð. Hann er megin illur hann Kölski stundum. Megin illur, já. Það er fullt að sögum hérna Sæmund Flóða, sko. Hver er það? Þessi sem ég var að tala sem kom heim. Já. Er hann eitthvað þekktur? Á maður að vita hvað það er? Er þetta svona gæi? Penalli er hann eitthvað þekktur. Er þetta svona gæi eins og svona Snorri Sturluson? Er þetta svona þannig? Grætti Sterki. Já, er þetta svona þannig gæi? Svona sem allir eiga að vita hver er. Já. Ok. Ég veit ekki hver það er. Kölski smíðar brú á Rangá. Haha. Tilsagði Sæmundur sínum þénustunda að gjöra brú yfir Rangá undir bergkvað, því oft sinnis var örðugt yfir ána að komast. Einhver þeim er til 8 skildu tíðir sækja. Ari, þetta er rosa mikið á orðum. Andinn skildi sér til launa þá 3 sem á fyrsta sunnudegi gengu yfir brúna fyrstir. Þeir skildu hans eign vera, hverju Sæmundur játaði. Að brúnni fullgjörðir lét Sæmundur til uppfyllingar síns lofors bera 3 kvelpaða brúnni og kasta þeim út á hana. Hvar með brúarsmiðurinn nægjast mátti og fekk eigi annað til launa. Býtu, var Jóta að skrifa þetta? Er allt skrifað svona backwards. Allar setningar eru skrifaðar svona eins og það sem er, þú veist, what? Nei, þú veist, það gerir samning við djölunum að byggja þessa brú, þú veist, hraðar. Býtu, hver? Hann Sæmundur Flóði. Já, ég myndi, já. Og því að það var örðugt yfir ánað að komast. Er sagan búin eða? Já. Ok. Og í samningnum þannig að það átti þessi 3 vinnumenn sem voru fyrstir yfir brúna áttu að vera einn Kölska en hann Já, þessi gengur fyrst og sunnudegi yfir brúna myndi vera eignans en hann kom með 3 hvolpa. Oh my god, fekk hann hunda? Já. Oh my god, hvað það er sad? Það er verra að sé hundar. Nei, það er betra betra að hann myndi fá hundaldur en fokkin 3 menn. Kill the people, save the dogs. Ok, þetta er einn af þessum. Já, veistu hvað er sorglegt að hundur deyr í myndum eða? Já. Hundar ger ekkert af sér. Nei, alls ekki. Nei. Reyndar Þessi vinnum ger ekki það sér heldur. Sæmundur Fróði ger hann að sanning við djölinn. Já, reyndar. Sæmundur Fróði var dick, apparently. Já, svolítið dick, sko. Það var pínu pungur. Nei, hann er gáfaður. Hann er búinn að leika á Kölska 2 svar. Hann lék á hann. Þetta var æsi spennandi að sagja. Það er fullt af, það var fleiri sögurum en hann Sæmundur Fróða, sko. Við getum farið í að kannski einhvern tíma sena. Nei, takk. Ég er alveg til í að þú lesi þetta bara fyrir einhvern annan. Þú mátt reyndar alveg koma og svæfa mig með þessum sögum. Þú veist, ef þú ert einhvern tímann ekki upptekinn, sko, þá er ég alveg til í að hafa þig bara í hotnin og herbyggin og segja þjóðsögur, þá sofna ég. Það er sem mjög gaman mér finnst ógeðslega gaman að skoða svona, þótt ég fatti það ekki alltaf hvað ég er að lesa. Það er gaman að skoða eitthvað svona eldgaman sem maður hefur ekki mikla þekkingu á eða hvað. Sko, ég er meira fyrir svona glæpasögur, morðsögur með ógeðslega góð plotvisti. Ég er alveg þar, þú veist, það eru bækur sem ég les og hlusta, það eru sögur með bara svona jaw-dropping plot twisti. Já, það er náttúrulega skálsögur og svona nútíma lestur, sko. Þetta er meira svona bara rít yfir atburði og ævintýri sem gerðist. Þú ert 180 ára. Tíma. Þú ert andjóks svona gamall sagnfræðingur, svona 180 ára. Nei, mér finnst bara gaman að lesa eitthvað svona gamalt. Já, mér finnst gaman í Tetris. Mér finnst áhugavert. Þetta er svo sannarlega áhugavert. Örgulega fyrir einhverju samt, þetta er örgulega áhugavert. Mjög fyrir mig líka. Fyrir þess að 3 sem er ennþá að hlusta.
þú samt mátt eiga það sko, það sem ég fekk upp mestur úr sem þætti, það var bara svona realization að þú ert geggjaður svona lesari, þú veist, ég er alltaf að hlusta lesari, oh my god nei, ég er alltaf að hlusta svona á hljóðbækur, skilurðu, og stundum er alveg lesarar og ég er bara eitthvað, come on þú veist, þú væri fullkomin svona hljóðbókalestur. Já, það fyrir það Já. mér finnst gaman að lesa og ég veit það ekki, mér har alltaf fundist mikið að ég veit ekki, tala skýrt og lesa rétt sko. Já, við vorum náttúrulega búin að segja að þetta verður rosa fjölbreyttir þættir hjá okkur. Já. Af því við erum með sem áhugavaldar þurfum að fara yfir það sem okkur finnst áhugavert. Segðu. Og í þeim flokki gangast undir rít frá fornum árum. Já, ég meina, ok, let's face it, ég mun örugglega að koma með nokkra þætti þar sem ég tala um eitthvað sem að þér finnst alveg sko drepleiðilegt, eða eitthvað sem að þú hefur ekki áhuga á. Það er bara funny. En það er samt örugglega fullt af fólki sem hefur áhuga. Ef þú vilt myrða mig, þá það var bara eins og að fá sleggja andlitið og fyrir að tala um Love Island eða eitthvað sko. Yes, ég ætla að taka þátt Love Island, shit. En þú veist, það er örugglega fullt af fólki sem finnst þjóðsögur mjög spennandi. Ég er vonandi ekki eina þeim sko, en mér samt mjög gaman að hlusta þig tala um þjóðsögur. Já, ég er náttúrulega að svæfa endalaust á fólki. Ég meina, sem pældi því hvað það er næs, bara, þú veist, fólk að fara að sofa, bara, við ætlum að bara lúlla, hendum aðra í hvað er það um eitthvað eldgammal? Þú veist, það er bara gaman að vera með fjölbreytt mataræði. Já, það er gaman að vera með fjölbreytt mataræði. Það er gaman að við séum með svona ógeðslega diverse efni. Það verður örugglega sko, þetta er pínu all over the place. Ég elska það, to be honest, but I fucking love it. En þetta var sem sagt þátturinn í dag. Ég held ég sé ekki með neitt meira nema þú viljur segja eitthvað hana. Þetta var smá svona blandi í póka þáttur. Það var svolítið blandi í póka. Þetta var svona alls konar, þetta var svona ekkert eitthvað eitt. Þetta var grab bag eins og við segja í Bandaríkjunum. En já, þeir sem eru ennþá vakandi, ég holy shit. Ég vona að þau höfðu gaman þessu þætti. Og endilega bara gefa okkur like á samfélagsmiðlum og likeið á Apple Podcast og Spotify og YouTube og svona, það hjálpar okkur mjög mikið. Yes, love that. Takk fyrir stjörnunar. Endilega follow okkur á Instagram og TikTok. Elskum að sjá ný andlit, love that. Við reynum að posta ákaft þar inn á consistently. En já, þetta er bara, það er komið að lokum á þessum drepleiðinlega og fræðandi þætti. Nei, hættu nú alveg. Þetta er fallegu þriðjudagsþáttur. Ég meina, þú veist, varst þú ekki að segja að þriðjudag væri leiðilegur? Jú, þetta verður gott einn í leiðilega þriðjudag. Ég er að fokkir, mér fannst það gott. Þetta var frábært og æðislegt. Já. Við sjáum bara vörmuspori í næsta þriðjudag. Vörmuspori? Við vonum að þið eigi góðan dag. Já, eigi góðan dag, eigi góða viku, sjáumst að viku liðinni. Ok, bye!